Já, velkomin að Rauðaborðinu í eftirmiddaginn á föstudegi. Þá höfum við það sem við kallum vikuskamt, förum við fréttir vikunar og fáum til þess skemmtilegt fólk. Og þannig er það í dag. Hérna er Símon Birgisson sem er kennari og leiklistagagnrýnandi. Fyrrverandi blaðamaður, segir maður það? Já, það er svona eitt sinn blaðamaður á allt blaðamaður. Er það þannig? Já, þú þekki það. Hrönn Sveinsdóttir, bíóstjóri, sem er eiginlega skemmtilegasta starfstitillinn sem er bóðið hérna. Alltaf gaman að kynna þessi bíóstjóra. Takk fyrir það. Og Gunni Hilmars, tísku- og tónlistarmaður, skrifaði ég. Já, það er hárrétt. Já. Og Heiða Eiríksdóttir sem er tónlistarkona og doktorsnemi í heimspeki. Það er rétt. Við erum velkomin. Herðu, ég veit ekki hvað gerist í dag. Já, ég er að segja bara þessi Trump-bylting sem er núna, nei. þú veist hvernig það kom. Ég meina fólk var á báðum áttum í kosningunum. En það er eitthvað svona heljartak sem Trump hefur, sérstaklega á yngra fólki. Og nú talum við aðeins áðan að því ég er í kennslunni að maður sér þetta alveg á til dæmis bara ungum drengjum hvað þeir heillast af Trump og Musk og öllu þessu. Þeim þykir þetta opaslegar hetjur og ég held að svona partur af vannmatinu sem kannski svona stóru fjölmiðlarnir voru með fyrir þessar kosningar voru að þetta er svona illmælanlegur hópur, svona ungir kallmenn og svona... Hvað eru þessi drengir sem þú ert að kenna gamlir? Þeir eru náttúrulega, þú veist ekki á kosningaraldri en 14-15? Já, eitthvað svoleiðis, ég er bara svona... Þegar ég var á 14-15 sko. og þá mættu við í skólan með mynda Che Guevara. Þetta segja að Já, nú mættaði með mynda Trump. Nú Magga húr bara. Já. Það þykir ögrandi, það þykir cool sko. En það voru óafáir í Kamala Harris. Nei, en það hún kannski ekki á... Já, nei, ég er að segja, það er eitthvað með Trump og svona þessa svona orkuna í kringum hann og orkuna í kringum Musk sem svona virðist heilla meira yngri kynslóðana og þau upplifa þetta... Yngri kynslóð kalla. Já, og upplifa þetta kannski sem líka svona við fullorðna fólki óttumst þetta pínlítið. Þetta svona truflar okkur, okkur þykir þetta svona óþægilegt. Og ungt fólk alveg svo þú mætti með Che Guevara og þá varstu kannski að ögra svolítið og ýta við og einhverju þótti þetta óþægilegt. Og ég held að það sé partur af svona þessum Trump-feeling sem hefur verið og hvernig svona, ég meina það var alls konar, ég meina ungt svartir ungi kallmenn í Bandaríkjunum kursan og hann náði til svona stórs hóps. Þannig að þú veist, ég veit ekki, þetta er bara svona skringileg bylting sem hefur orðið þarna. Gunni, finnst þér Trump töff? Nei, mér finnst Trump alls ekki töff. En það er sko, þetta er rétt, maður er að klóra sér skallanum yfir þessu. En ég hef verið talsett í Bandaríkjunum, var að vinna þar og ferðast mikið þar og er yfir Bandaríkin þver og endilöng sko. Og það er samt sumt sem kemur mann ekkert á óvart sem maður þekkir mikið af fólki þar og fólk sem að maður kynntist og síðan þegar maður að spyrja stjórnmál og svona þessi almennu viðmið og mann finnst sko einstaklingshyggjan í Bandaríkjunum er svo mikil að fólki almennt finnst til dæmis að ekki að nota skattpeninga að hjálpa öðrum, heilbrigðiskerfið öðruvísi og þetta er svona, meðan við frá þessum hluta jarðarinnar erum svona með samfélagslega ábyrgð einhvern veginn og nálgum slutinu öðruvísi, þá er þetta svolítið annað mindset, þannig ég skil alveg hvernig þetta gat gerst, sérstaklega fer svona miðríkin og það er í kring sko, þessi kannski conservative state. En strákarnir hans Símonar eru ekki í þessu umhverfi. Og það er áhyggjandi. En kannski eru þeir það, kannski lifa þeir bara í bandarísku menningarheimi og halda þessu bandaríkjunum. Já, ég held það líka. Það er, ég meina, ég hef nú krakka á þessum aldri og eldri krakka og það er náttúrulega bara social media og allt þetta. Þetta er bara annar hugsunargangur og ég er sammála sem að Gunnar var að segja daginn, maður var í, sko, ungur í MH, þá var maður sko bara byltingasinni sko og er raun en þar var maður og þá var maður einmitt alltaf að hugsa greater good, ekki þessi einstaklingshyggju og allt þetta að fordómavæða hluti og alls konar, þetta er bara svo skrítið og ég hef miklar áhyggjur af þessu. Tengist þetta ekki bara bakslæginu í að, þú veist, að strákar vilja fara aftur í þess að halda á lofti svona eitræfum kallmennsku gildum og kallar fá að vera kallar aftur og kallar fá að vera frekir og... Já, ég held það í alvörun og það er alvöru áhyggjefni sko og það sem að þessi strákar eru að horfa á, þú veist, þetta Joe Rogan og allt þetta sem er þannig í gangi, þetta er náttúrulega bara skelfingin einn sko. Og svona sterkir, ríkir kallar. Já. Að því að minnist á Joe Rogan, það var bara moment í þessari kosningabaráttu þar sem sko Trump mætir í viðtal til Joe Rogans og þetta er ekkert stutt viðtal sem hann tekur. Þetta er einhverju 3 tímar eða... Lengri en hér með þess að. Já, það er bara situr einhverju 30. Ég held að þetta hafi verið 50-60 milljónir sem horfði á þetta á YouTube.
Já. Og það sko margfalt meira heldur en bara það að koma fram á stóru svona legacy stöðunum í Bandaríkjunum að fá á venjuleg viðtöl, skilji. Og þú veist, þetta vannmat á í rauninni þessum alternativ fjölmiðlaheimi og hvaðan þessi fólk að fá upplýsingarna sínar. Þetta náttúrulega bara stór partur af því hvernig hann að ná til þessa stóra hóps. Ég var líka áhyggjefni eins og þú varst að segja, þú talaðir Donald Trump og Musk sem nánast sama aðilann sko. Það ótrúlega að maður eins og Musk sé bara komin djúpt í bandaríska kerfið og með völd. Ég menn, þetta brjálaði maður. En þeim finnst hann töff. Og þeim finnst líka þessum strákum sem þú ert að tala þeim finnst örgulega Andrew Tate töff og þessir eitruðu ofbeldismenn. Það bara í tísku að fíla ofbeldismenn. Sko, það eitthvað við heiminn eins og hann í dag. Það einhvern veginn svo margt sem að að hrjá okkur þanniglega. Það hætta á umhverfisvá og það hætta á alls konar stríð og styrjöldum sem að poppa upp hér og þar. Og ég hef verið að upplifa það, ekki sjálf persónulega, en mín tilfinning í því af hverju svona ákveðnar típur af fólki séu að fá svona mikið traust eða mikla athygli eins og Trump og Elon Musk og aðrir svona, við getum bara sagt evil villains, þú veist, það bara þannig, þetta skrítið, sko. Ekki fólk einhvern veginn í einhverjum nýhilisma bara, í einhverju brjálari afneitun á því hvað það eigi í raun og veru að vera að gera til að reyna að breyta heiminum, þannig að þau eru bara tilbúin í að gefa einhverju fólki sem einhverjar fígúrur athygli. Þetta eru fígúrur, þetta rosalega skrítið að fólk eins og Trump sé í raun og veru að ná til svona margra miljóna, tuga miljóna af fólki sem bara trúir því að hann segir bara, þetta verður allt í lagi, þetta verður gott, ég ætla að, þú veist, make America great again og allt þetta. Fólk sé einhvern veginn, þetta sé bara stjórnist hreinlega af hræðslu. Það getur ekki verið að sé svona margir, svona ofboðslega óskynsamir. Það alltaf þannig, undanfari einhverja vondra atburða, þú veist, tölum bara Hitler. Þá var þýska þjóðin, hún var útrúlega tilbúin til þess að trúa því að þarna væri maður sem að myndi redda hlutunum. En þú veist, hann gerði það augljóslega ekki, en fólk ég held að það megi ekki vanmeta hræðslu sem sko stýringarmátt sem að sumir bara hreinlega nota og mjög margir gleypa við. En Hitler, altså ég veit ekki hvað Við verðum bara að tala um þetta, það hægt að byrja þetta saman. Hann kemur í kjölfarið á svona það sem að stjórnvöld sem áður voru höfðu svona mistekist allavega að fá þjóðina til að trúa á því að þau vera að fara eitthvað, þannig að það var svona hugmyndum upplaust og svona vonleysi. Einmitt. En þá Trump lítur þá að koma inn í að því að ef við erum að tala um þess að ungu stráka sem náttúrulega getur ekki verið lýsandi fyrir sko 75 miljónum sem að kusu Trump sko. Nei. En ef við erum að horfa út frá þeim að þá eru þeir að segja já, okkur var sagt að við ættum að vera að berjast að auknu svona jafnrétti og jöfnuði í samfélaginu og það verið betra samfélag, við myndum geta lyft öllum upp og svona, en já, bara mér langar ekki í það. Þetta leiðilegt, ég vil frekar geta bara notað vald mitt og ef ég hef einhverja yfirburði gagnvart konum og kellingum þá ætla ég að nota það. Það ekki líka hræðsla samt? Ef ég nýt þess einhverja forréttinda og þau vera hvítur þá ætla ég að nota það, okkur ætti ég að gefa það eftir. En það líka hræðsla, vegna þess að þú vilt ekki horfast í augu. En tilboðið hinn veruleikann, hið góða samfélag sem að þér finnst, það hljóma bara ekkert vel fyrir þeim. Nei, akkurat. Mér finnst nefnilega þessi menn vera bara rökrétt niðurstaða á samfélagi sem að þar sem peningar eru æðsti mælikvarði alls og það bara búið bara okkar menning og allir fjölmiðlar og sérstaklega með tilkomu samfélagsmiðla hafa náð að selja okkur þá hugmynd og sérstaklega unga fólkin okkar að peningar trompa allt. Peningar, þú veist, mannúð, heiður, siðferði, þú veist, ég sé þetta bara á börnunum mínum og ég meina allar popstjörnunar okkar, þær tala bara rappa bara um hvað mikið pening. Peningar skipta mest máli. Gerðu það aðeins að byrja að breytast. Sko, hiphopið í dag, það ekki cool lengur að vera bara að tala um svona mikla peninga. Okay. Það var þannig. Já. En ég held að nefnilega í sko 25 ár. Já, en ég held að fólk sem 25 ár. En ég held að fólk sem sé 20 eitthvað ára gamalt, ekki 15, 16, heldur 20 eitthvað ára gamalt í dag, að það sé orðið mjög meðvitað um það að það verði að horfast í augu við það að heimurinn sé að breytast of hratt til hins verra og við verðum að fara að líta á hluti sem eru ekki peningar eða græðgi sem
stýri mátt. Ég held bara að mikill meirhluti okkar menningar heims virðist líta algjörlega á það að peningar á endanum skipta öllu máli og ef við skoðum líka bara þessa aðila sem eru fasistar en þræta fyrir það í grunninn þetta náttúrulega bara kapitalistar sem vilja bara pening, á endanum snýst þetta allt pening og fólk í rauninni, þessi níhilismi hann snýst bara það, þú veist, sá sem ríkastur, hann vinnur og það sem Trump hefur alltaf gengið út á. Hann hefur aldrei þóst vera með neinar dygðir nema bara það hann sé ríkur. Svo hefur hann ekki eins og verið ríkur. Það sem þú varst að segja í raun og veru alveg rosalega góð setning að þú veltir í fyrir þér út frá heimspeki, því nú ég að pæla rosa mikið í heimspeki. Sko, kapitalismi bara the ultimate nihilism, sko. Það í raun og veru málið og það alveg áhugavert að taka það í raun og veru vegna þess að ef þú ætlar að fókusa rosalega mikið á peninga að þá fer fókusin af öllu hinnu og þá ertu ekki að pæli því og þá ertu ekki að setja þig inn í hluti sem að þú gætir sett inn í til að gera heiminn í alvörunni betri. Já, það er bara komið þangað. Það sem ég líka að hugsa í tengslu við þetta, ég náttúrulega ólst upp á þessu skemmtilegu tímum svona þegar postmodernismin var sko, bara út allt sko. Og það var svona fall þessara stóru frásagna, þú veist eins og kommunismin var og trúin, þú veist eitthvað svona, þú trúar á Guð og fer til himnaríkis og stendur vel og eitthvað svona. Og svo allt bara verður til samfélaga svo það engin sannleikur og enga frásagnir lengur heldur við lifum bara í svona einhverjum brotum og það allt rétt og það allt vitlaust og það allt leyfilegt og svo framvegis. Trump náttúrulega sko, að teikna upp svona algjörlega svona svart-hvít svona stórt frásagnar samfélag aftur. Bara einn fyrsta tilskipunin bara það eru 2 kyn, kallar og konur. Djöfull að það fokkin klikkað maður. Hættum þessu dæmi með allt þetta það þetta kyn og svona og hinsegin, þetta bara svona. Og þessi flói sem hét þetta, nú heitir hann þetta fjall heitir þetta svona. Og þetta svona ákveðin leiti svona einhver endalok kannski þar sem við höfum verið að upplifa þetta, við erum alltaf á svona stríðstímum líka sko, þannig að það mjög eðlilegt að á stríðstímum og þá einfaldast allar sögulínur og einfaldast allar frásagnir og þú veist, að mörgu leiti þá svona lítið svolítið á þetta þannig, þetta bara svona endalok postmódern bara fyrir gott og allt og nú erum við alltaf komin í bara svona ótrúlega einfaldar frásagnir bara þú veist sem eru samt sem áður lygi, bara svo þú veitir það sem eru lygi. Ég ekkert að segja mína skoðuna, ég bara svona túlka hvað að gerast en málið það þetta miklu svona einfaldari heimsmynd, þetta miklu einfaldari veruleiki, það erfitt að búa í veruleiki sem heimsmynd, þetta bara það sem hann segir. Já, hann að búa til heimsmynd. Þannig eins og við höfum bara hætt að vera að velta fyrir okkur hvað við erum bara Guð til, bara Guð, hann segir mér bara Guð til og þú þjónustar hann og þetta allt saman miklu einfaldara þetta bara aðferðafræði þetta aðferðafræði fasisma það það sem þú gerir þú útilokar alla hlutina þú endur skýrir hlutina þú tekur alla valmöguleikana sem ættu að vera í boði og eru í raun og veru í raunveruleikanum í boði þú tekur það út og gefur fólki 2 valkosti það annað þetta eða þetta Já, því þú myndist á Hitler áðan að ég var að lesa jólin leiðin í hundan eftir Erik Kästner sem var eitt af skáldunum sem Hitler lét brenna bækurnar og gerist á væmatímanum og það fjallað samkynhneigð og afbrigðilegheit og vændiskonur og allt þetta skiljiði, þú veist, það var fyrsta bálið, sko, skiljiði. Þannig að, þú veist, í þessum svona stríðsfasisma tíma þá vilja menn einfalda hlutina, allt sem afbrigðilegt og öðruvísi, það sett til liðar og eftir situr svona einfaldu veruleiki sem auðveldari að skilja. Þetta stórhættulegt. Þetta er rosalega erfitt að vakna upp við þetta núna. Ég alltaf að hugsa sko þessa tíma sem við höfum lifað og ég var að hlusta á því í útvarpinu fall Berlínarmúrsins og hvað við höfum lifað rosalega bjart sína tíma það eins og bara Fukuyama bara end of history. Þú veist, að nú myndi bara allir saminast í að aðhyllast einhver svona frjálslynd gildi. Það var nú bara aðhyllast bara nýfrjálshyggjuna Já, nýfrjálshyggjuna líka. Og þá myndi nýfrjálshyggjuna og Katrín koma með alla gjafirna til okkur. Já, mannréttindi myndu fylgja með. Það stóð aldrei til. Já, en ég að segja hvað þetta var allt sko, núna þetta allt svo barnalegt sko, með að við hvað þetta gerist á ógnar miklum hraða. Kannski þetta þannig, þetta niðurstaðan ef að fasismin að fæðast að þá eru þið náttúrulega kynslunni sem að nutu sko bestu aðstöðu fólks bara í sögunni en sorry krakka mínu, þið fóru ekki að vera með það þið bara glúðu þessu Ég gerði ekkert Símon var að segja á þannig að maður
þegar maður er börn á mismunandi aldri þá getur maður speikla svolítið í kringum vinahópana og samtölinn sem í gangi og maður tók eftir bara til dæmis eins og kosningarnar hérna heima síðast að krakkar undir 20 eru bara að verða rosalega hægri sinnið. Já. Og það bara, og ég var í alveg að hitta sko einhverja frændur og svona sem var kannski kjósið fyrsta sinn og þeir ætlaði ekki fara að kjósa miðflokkin. Ég segi bara, nú skulum við að setjast niður sko. Ég gerði könnun í skólanum með mér, ég lit bekkina, ég gerði svona könnun og könnunin gekk bara út á það, bara hvaða flokk þekki þið? Ég bara ákvað, bara tjekka því, bara allir að skrifa flokkana sem þið þekki með nafn á blað. Miðflokkurinn rústa þessu. Já, þetta virðist bara að vera sá sem að... Hvað mesta fígúran í íslensku stjórnmálum og pælir í? Bara sá sem gala hæst, sko. Já, en þetta partur af þessu. Þeir koma inn í svona sama, svolítið þessa sömu narratífu, þessa sömu sögulínu og Trump kannski svolítið að... Þeir eru einu sem að hafa geta tilenga sér þetta leikhús fáránleikans sem að Trump notar endalaust og byrjað núna, þú veist, byrjaði bara í vikunni, leikhús fáránleikans, bara eins og að nota YMCA og láta ekki, þykjast ekki vita að þetta sé baráttusöngur samkynniðra og náttúrulega fasista kveðjan. Þetta allt byrjað. Þessi fasista kveðja er náttúrulega bara sko, hún stjarnfræðilega rugluð sko. Það enginn að fara að segja mér að það hafi verið tilviljun sko. Þetta bara til þess að fá fókus á þetta, til þess að þessu sé dreift meira, til þess að, þú veist, ég held að Trump dreymir bara að verða ógeðslega frægur. Af hverju segir þetta, ég meina, er þetta ekki bara fasisti að heilsa fasistum með fasista kveðju? Já, en það annarkvort það eða aðferðafræði. Já, fólkinu sem beint fyrir aftan sig við því, sem svona harðustu stuðningsmenn Trump. Já, en þú áttar þess að ég sá bara fasista, heilsa fasistum með fasista kveðju. Já, ég sé það líka, en þetta er náttúrulega maður sem hefur stúderað samfélagsmiðla. Og að því leiti að gera þetta að þú veit hann er að fá alveg ógeðslega mikið af umfjöllun. Þannig að þetta snýst ógeðslega mikið það að leika hann gerði þetta vegna þess að hann upplifði það að þeir væru búin að vinna og nú getur þeir heilsað bara eins og þeir heilsast. Nú eiga þeir heiminn. Djúvill vona ég það sé ekki. Þannig að þú tókst ekki skýringar Sigmund og Davíðs bara sem endalok þessa case closed bara. Ég mista þeir. Nei, en eins og allt sem að Trump gerir þá er þetta samt sko já og nei. Ég ætla að gera þetta til að vekja athygli á því en svo ætla ég að segja að það hafi snúist eitthvað annað. Eins og munið þegar Melania Trump, þegar Trump var að setja börn á landamærunum í fangelsi og Melania fór eitthvað heils upp á börnin og var í jakka sem stóð á I don't care, do you? Nákvæmlega þetta. Hún er að nota tækifæri til að segja að þetta er svo mikið kjaftaði en ég ætla að þræta fyrir það og þetta er allt saman hluti af leikhúsi fáránleikans. Þetta er líka þannig að fólk upplifi það að það sé ekkert að marka neitt. Þetta er þetta nýjalista dót. Allar upplýsingar eru bara eitthvað bull og fólk segir alls konar en þykist ekki meina það sem það gerir og gerir ekki það sem það meinar. Þú veist, og það er ekkert að marka neitt. Þetta er bara það búið að taka einlægni og heiðarleika út og gjaldfella þau hugtök. Af því þau eru ekki töff og þau virka ekki að þú ætlar að fá followers. Nei, þá viltu geta sagt eitthvað og þú ætlar að heilsa það nasista sið en segja síðan að ég var ekkert það var ekki nasista kveðja. Svo er alltaf hættan í þessari líka umræði eins og með Trump og það sem hann hefur grætt svo mikið á er að við teljum okkur trúum svona sem erum kannski einhvers staðar annar staðar í þessari línu að það geti enginn hugsa svona. Já. Þú veist, bara ef maður tekur þetta með kynin aftur sem dæmi, maður hugsa bara, nei, auðvitað vita allir að það er til hellinga kynjum og það er bara sannleikurinn og sá sem myndi ekki hugsa þannig, hann er nú bara einhver ómerkingur eða eitthvað. Svo vanmetum við bara, það er bara milljónir sem bara hugsa ekkert svona. Við erum bara á móti þessu og við erum kannski bara komin í minnihluta einhver hópur sem vill hafa frjálslindari nálgun á þessa hluti en við erum svo fljót að setja okkur í að spora að bara aðri hljóti ekki að geta hugsa svona og þau uppláða það sem þá svo mikið hroka, já, ok, þú veist, ég þá það er verið að gera lítið úr mér, mín skoðun má ekki vera til og ég fæ ekkert að koma í eitthvað svona þætti og tala um eitthvað, hér kemur bara fólk sem er alltaf sömu skoðun og það tala bara um að ég sé bara hálfviti og ég hluti að vera hálfviti af því hvað er Trump og bla bla bla, skiljið og þetta er svona svolítið þessi hringur sem hefur verið að ganga, þá hafa þeir bara fæst allir yfir og sína miðla, það eru bara 60 milljónir bara sem horfa á Trump bara hjá Joe Rogan og eitthvað. Þannig að þetta er svona líka þróun í samfélagsumræðu og veruleika við vanmetum stöðugt að það er kannski ekki bara Trump sem er breytingin, heldur bara andrúmsloft og skoðanir fólks að vera að breytast. Já, síðan, vel sagt, ég er mjög sammála þessu. Já, setur maður oftast líka spurningamerki við að, þú veist, í vorkinni stundum bara kjósendum í Bandaríkjunum. Ég meina, þetta er eins og við fengjum bara kjósum 2 flokka
sem að einnig bara Sjálfstæðisflokkin eða Miðflokkin eða Sjálfstæðisflokkin og Framsókn og bara einhverja 2 leiðtoga. Við náttúrulega búum við þann lúksus hér að við getum kollbilt öll í einum kosningum ef við viljum og gerum það reglulega og margir flokkar að velja en þú veist, þetta er bara náttúrulega mjög skrítið kerfi. Ég var talandi um svona umræðu, aðeins fara smá hring, í kosningabaráttunni mér fannst það alveg magnað, það hefur ekkert verið mikið talað um þetta, en ég sem sagt kosningavakan sjálf, að ég tók svona ákvörðun, ég horfði á Hjörvar Hafliðason með kosningasóni sitt, hann með svona fótbolta hlaðvarstátt og hann var sagt með live sjónvars kosningasóna. Og þetta var í fyrsta skipti sem ég hef ekki hort á svona okkar legacy fjölmiðla Stöð 2 eða RÚV þegar kosningasóna. Þetta var ótrúlega vel gert hjá hann og það voru mörg þúsund manns að horfa á þetta í beinni útsendingu. Var þetta bara á YouTube eða? Já, bara live á YouTube og hann var með Stefán Einar á Morgunblaðinu og Andrés Magnússon og Örn Arnarsson á Viðskiptablaðinu og fleiri gestir sem kom með þarna inn og þeir gáttu skipt yfir á RÚV og skipt yfir á Stöð 2 og bara farið í hvað bettin væri hvað stuðlar væri í gangi og hverju væri yfir og undir og eitthvað svona og þarna upplifði maður að því svona ykkur að segja, þá er ég ógeðslega leiður á Bóa Ágústssyni og þarna Ólafi á RÚV. Þetta er bara versta sjónvarpsefni sem ég bara get hort og þetta bara drepur mig. Nei, það má ekki tala illa um þetta. Nei, ég bara, að þið verum bara í heiðalegu Fannst þetta verið Vigdís? Þú vilt bara endurnýjun í þessu. Já, ég vil endurnýjun og þarna allt í hennu heyrði maður einhverja raddir eins og þessi Stefán Einar. Ég vinn á RÚV sko. Ég elska þessa menn. Ég ætla bara að taka það fram hérna. Bara ég elska þessa menn. Þeir eru snillingar. Þetta var eins og að horfa á svona spaugstofuskets nema þeir voru að gera grín að sig sjálfum einhvern veginn. Ég stríði þessum mönnum hægri menn, þeir eru með podcast sem er mikið hlust á sem heitir Þjóðmál. Já, þeir voru og ég minni stundum á það að þegar þeir byrjuðu að þá mældi Sjálfstæðisflokkurinn með 28% fylgi en núna var Sjálfstæðisflokkurinn bara að fá 90% í kosningum þannig að þó svo að ég er alltaf hvetjað til þess að vera með meiri hlustun og dreifið þessu víðar því að þetta eru menninni sem hafa grafið undan hægrinu og eru núna reyndar að túlka það að sko hægrið hafi unnið stórsigur í kosningunum sem er voða erfitt eitthvað. Ég vil bara sjá sem mest gott að skella bara skuldin á þá, það er mjög einfalt líka þá er þetta að teikna hlutina mjög einfalt. Þegar við vorum að tala áhrif umröðan og svo er það áhrif hvað afleiðingar hún hefur. Það er ekki alltaf samvikið þeirra á milli. Og það sem ég átti við með að koma að þessu punkta var bara hversu mikið svona þetta fjölmiðla landslag hefur breyst. Þú veist að það sé núna hægt að sko nálgast hluti bara eins og kosningarsöp á einhvern annan hátt heldur en bara í gegnum RÚV. En ég vil segja, eitt þarf ekki að útiloka annað sko. Það er hægt að hafa ótrúlega gaman af þessu en elska samt Boga Ágústsson og Ólaf alveg út af sko lífinu. Já, og mér finnst ofboðslega skemmtilegt einmitt að detta inn í svona alls konar á YouTube sem að sko það bætir svo mikið við flóruna. Það áeinmitt ekki að vera bara eitthvað Stöð 2 eða RÚV. Ég hefði viljað hafa Gunnar Smára með kosningarsjónvarp í beinni vinstra sóni eða eitthvað svoleiðis. Þú geta verið með allskyns álitsgjafi í beinni útsendingu. Þá kannski höfum við... Þetta er bara hugmynd, frí hugmynd. Herðu, þegar Trump var þarna inn í þessu sal að sverja eið að þá stóðu þarna á fremsta bekk Elon Musk sem er ríkasti maður í heimi og vill núna vera valdamesti maður í heimi í pólitík líka og Zuckerberg og Bezos sem eru menn sem eiga meira og minna umræðu vettvangin í heiminum. Bezos, hvað ætla að sé bara 70% öllu bóku sem eru dreifðar að fara í gegnum hann. Ég meina hann eiginlega stýrir því hvað er haldið að okkur og hvað hlera. Og þetta eru stuðningsmenn Trump. Og þetta er svona og Biden þegar hann var að kveðja þjóðina þá talaði hann um oligarkismann sem er að vaksa og hann var eiginlega að tala svona svipað og ég gerir þetta stundum talaði um að við erum tíma alræði öðvöldsins sem er komið, við erum bara átt okkur á því að það er, við höfum engin völd í samfélagin lengur heldur hefur auðvaldur vel að tekið yfir ríkisvaldið og við erum búin núna við ríkisvald sem er í höndunum á auðvaldinu og það skal ekki vera hissa að það þjónu okkur ekki sko. Já, sko, við munum held ég öll hérna að þegar að internetbyltingin kom og þegar ég upplifði hana þá hélt ég að hún myndi færa okkur mikið meira frelsi, alls konar menning og listir og opnara samtal og svo framvegis, skilur að neti myndi færa okkur opnari heim og jafnari kannski og jafnari 25 árum síðar að þá er
internetbyltingin búin að færa okkur algjöra samþjöppun á valdi, upplýsingum og upplýsingaöflun. Já, og algjöra svona Big Brother raunveruleika sem við lifum í. Fyrir mig persónulega, þegar þessi bylting kom og þetta opnaðist allt saman, þá hélt ég innilega að þetta myndi gerast ákvörðat öfugt hefur gerst. Gunni, á hverju heldur við þetta? Því að þú ert ekki einu sem held þetta. Vegna þess að þegar maður sá afleiðingarna, fyrst var það mjög skemmtilegt að svona nördarnir saminuðust. Það sem hefði alltaf verið bara einn nörd í hverjum bekk og verið svona svolítið til hlýðar. Allt inni gátu nördarnir búið til samfélag. Þeir sem komu eftir voru nýnasitanir, barnanýðingarnir, allt í einu reis upp sko, það sem að keyrði áfram netið, ég man ekki hvað það var, 60% af allir í traffíkar klám. Þannig að við sáum þetta bara strax í fæðingu að þarna var ekki að verða til hið opna samfélag heldur var þarna að tengja saman öfl eða hugmyndir sem áður náðu ekki að tengjast í félagsrýminu sem að var. Og þeir sem að fyrst tengdust voru, ég meina, ég vissum að sé hægt að rekja uppgöngu fasismas og nýnasisma í Evrópu beint við netið. Klárlega sko yfirgengilegt klám og kynferðislegt ofbeldi má tengja bara beint við netið. En ertu þá að spyrja hvernig stendur á þetta svona? Nei, hvernig stendur það því að við allir töldu á meðan þetta var, átti raunverulega að vera að blasa við öllum að hvað var að gera þannig, að þetta hlyti að vera í eðli sínu jákvætt og gott. Nævismi? Ártöðu netsins, þegar neti gekk í upp út á einfalda hugmynd sem var þessi keðja, þar sem menn hlekkið á hvern annan. Þegar munur hlekktir þessu fyrstu netsíðunar í gamla dag, það voru alltaf það svo kallar links, hlekkir með nettir þessu. Man fór á síðu og svo voru hlekkir yfir aðra síður. Neti gekk út á þetta. Ég setti hlekk á síðuna þína og þú setti hlekk á síðuna mína og við vísuðum allar hvort annað. Hvað langt síðan við farið á hlekk á einhverju heimasíðu sem við vísað á einhverju aðra síðu? Já, reyndar, ég er alltaf að líka á einhverju YouTube-myndband, skilur þú? Já, ég er ekki að tala um það. Ég er að meina yfir á einhverja síðu sem vísar á aðra síðu. Þetta er búið að útma þetta á netinu. Allt þetta samfélag þar sem menn voru að deila til hvers annars. Staðin hefur þetta allt þjappað saman á örfá aðila og núna er gervigreindin búin að soga upp allt höfundaverk allra sem er á netinu. Svo gervigreindin gefur þér ekkit annað en það sem einhver annar skrifa á neti á síðuna sína. Hún fann þetta ekki upp sjálf, hún bara soga þetta til sín. Þetta er bara endalök þessa internets er gervigreindin. Þetta endar þar. Og annað dæmum svona svakalega byltingar, tæknibyltingar eru svo, til dæmis eins og með tónlistina. Þú veist, núna ætti að vera auðveldast fyrir alla að koma tónlistinni sinna framfæri, en núna er alla veiturnar orðnar algjörlega stjórnaðar af öflum sem er nákvæmlega sama einhvern entrepreneurship. Þetta er bara, þú veist, og allt verður bara einhvern veginn lokað og enginn kemst inn. Þetta er rosa skrítið, sko. Það eru sem betur fyrir til hlutir ennþá sem eru ekki háðir því að þú sért með einhverja gervigreind sem að segja að þú veist að spila einhverja botta sko og svona. Ég til dæmis nota ekki Spotify, við hefum aldrei gert. Það er frekar svona ár síðan að ég sem sagt fór í áskrift á Tidal vegna þess að bara út af vinnunum minni í útvarpinu og það þarf ég að geta hlustað á allt hratt sko áður en að stundum kemur það bara út þar. En það er til síða sem heitir Bandcamp. Ég ætla að segja Bandcamp. Já, ég segi sko það er, við þurfum að halda því nafni á lofti til þess að fólk átti sig á því, bæði þeir sem að vilja bara hlusta og þeir sem er að gefa út tónlist, að það kostar ekkert að fara inn á Bandcamp, skrá tónlistina sína þar og þú getur haft sem sagt, það er alls konar fítusar þar sem að eru mjög andkapitalískir. Þú getur gefið tónlistina þína og þú getur haft svokallaða name your price eða nefndu hvað vilt þú borga, mikið eða lítið. Þú getur borgað eins mikið eða lítið þú vilt og þeir taka held í 15%, bara eðlilegt dreifingar. Já, það er sko, það er alls konar veitur en enda niðurstaðan verið svo, eins og ég sé þetta til dæmis á, bara eins og hljómsveitinni minni, 96% streymunu kemur í gegnum Spotify. Já, ég veit hvernig það virkar. Þetta er bara hræðilegt. En við þurfum samt að tala hitt. 100%. Við þurfum að hafa það alltaf á borðinu til þess að hlustendur. Við höfum með spurningu hér að þetta er eitthvað svona counterculture, eitthvað svona valkostur annað en að bara megin straumurinn að vera þar. Ég hef svona tilfinningun, hann hef aldrei verið veikar heldur í dag. Það sem þú nefnir, þetta er bara sandkorn. Við hliðina og raunverulega eru allir á Spotify. En sandkorni getur samt búið til geimstein. En ég er bara, sandkorni er aldrei verið minna heldur í dag. Þú ert bara með meta og sinni þetta með Google, þetta er bara örf á fyrirtæki. Sko. Að internetið, tæknin hefur þróast alltaf miklu hraðar heldur en löggjöf og ríkisvaldið, allt sem á að passa upp á einhverja lágmarksviðmið einhverja mennsku
einhvern jöfnuð, eitthvað réttlæti. Það er alltaf mörgum árum á eftir internetinu og internetið hefur fengið bara. Já, það er vilda vestrið í gangi þegar það kemur að dreifingu á stafrænni tónlist og tónlistamenn út allan heim, þeir eru staddir þar núna, það er fólkið sem að þarf að búa til bóli og fara á tónleikaferðir til þess að fá einhverja innkomu. Þú færð hvergi annar staðar innkomu. En internetið er þessi dystopíska framtíð þar sem að peningarnir ráða öllu og réttindi er ekki til. Við erum ekki með persónuvernd á netinu, eins mikið og löggjöfin hefur reynt að halda í við það, þá er svo langt á eftir að þeim tekst aldrei að beisla og þessir tæknirísar sem að þarna eiga allt og eiga meiri penning heldur en nokkuð þjóðríki með nokkuð tíman geta gert nokkuð í að reyna að beisla. Þeir eru náttúrulega fullu í því að raungera þennan dystopíska heim á internetinu í okkar veröld. Þarna komum við aftur yfir á unga fólki og Trump og allt þetta sem maður ræði áðan. Men ungt fólki, það veit ekki eins og hvað heimasíða er. Þú segir heimasíða, það veit ekki eins og hvað er, hvernig maður opnar það. Það er bara samfélagsmiðlar, það er bara svo ungt fólk er á. Já, því það er allir í appi í símanum. Og það er engin lengur miðlun upplýsingar eins og við upplöfum horfa á fréttir með foreldrum, að lesa blöðin, að hlusta á útvarpið, að gera eitthvað. Þú fær bara þínar upplýsingar í gegnum samfélagsmiðlunum og það er það eina. Þess vegna erum við komið með þetta rof, þetta rof bara í rauninni þjóðarsálina og í það hvernig við hugsum. Algjör af miðstýringu. Já, því upplýsingunum er ekki, það er engin miðja lengur. Sem verður til þess að maður treystir í rauninni, maður treystir engum fréttum lengur til dæmis. Þess að maður er að lesa fréttur henni ýmsum miðlum. Jú, verður maður ekki að finna sér ég meina, ég treysti Guardian frekar heldur en mjög mörgum öðrum. Já, það er til ennþá hefðbundna fjölmiðlar. En til dæmis sem að fer inn á bara okkar miðla, MBL og Vísa og svona, ég er ekkert endilega að trúa því sem skrifa. Nei, þú veist hvernig MBL er skrifað. Ég gerist áskrifað á mokkanum daginn. Já, og blaðforminu. Já, blaðinu. Og ég hugsaði... Þú myndur einst í áskrifað til mokkanum. Nei, en það sem ég hugsaði bara, ég er með unga stráka, unga krakka og þeir eru að læra að lesa á hana. Og mér langaði til að fá blað inn til mín. Er ekki betra að fá sér heimildina? Þið langaði til þess að þeir myndi lesa drottningaviðtal við Hannes Hólmstein. Nei, er ekki bara heimildina? Ég kemur einu sinni í viku og er rosa góð. En hvað með heimildina? Hún kemur út á pappír. Við getum gagnrýnt mokka fyrir ýmislegt og ég get alveg, en eitt sem þeir gera vel og hafa alltaf gert er góða menningafréttir, góða listfréttir og þeir hafa alltaf gert það. Og það er alveg helling af flottum greinum sem birtast og líka bara svona sagnfræði og annað og íþróttafréttir og ég nota það sem æfingu í heimalastur fyrir strákanum mína. Ég vil einhverja góða grein og við lesum það. En aðalega er ég að reyna að fá eitthvað svona ritstýrt eitthvað sem mætti að lesa, ekki sem er netið eða miðlar og annað. Ég get sagt það að það eru mjög góða greinar í heimildinni sem kemur út á 2 vikna fresti og það er líka menningarkálur. Ég er líka að hrista þessi við Gunnari með að tala alls konar þjóðmál og Morgunblaðið. Þegar ég lærði að lesa á mokkan, ég var yngstur 4 bræðra og ég lærði að lesa öfugt á mokkana því ég fekk hann seinastur. Gerir það ennþá, snurðu bókinu við og... Ég get lesið öfugt. Ég byrjaði alltaf státt. En þetta er meira heldur en tækni. Ef við segjum að internetið hefði komið svona 1960 þá var samfélagið þannig að það hefði ekki verið látið viðgangast að 2 eða 3 kallar myndu drottna yfir því öllu. Þá til dæmis var IBM tæknirisi, en þeir hegðuðu sig þannig vitandi það að stjórnvöld myndu grípa inn í ef þau myndu reyna að drottna yfir öllu. 1980 voru Bandaríkin ennþá að brjóta upp símafyrirtækin, af því þau voru með of mikla stöðu. Það sem er óhamingja okkar er að internetið verður til inn í nýfrjálsíktímanum þar sem er engar hömlur á því hvað eitt fyrirtæki, hvað allir Microsoft hafi keypt frá sér mikið af samkeppni. Ég svo að keypt 80.000 fyrirtæki burtu, bara til þess að leggja niður fyrirtækin eða innleiða og koma með lakari útgáfu af því út úr sér. Og það sama á við Google og Facebook sem hafa reynsað þetta upp allt saman á ekki Facebook, Instagram. Jú, ekki bara Instagram, heldur WhatsApp og bara alla samkeppni sem var. Heldur það hafi verið leyft 1970? En mér langar að segja, akkurat núna, fyrst að þú segir þetta, ég ætla að benda fólki á að það er hægt að hætta á Facebook
Facebook og byrja á nýjum samfélagsmiðli sem að allir vinir mínir voru að sturtast á ekki, hrúast á Blue Sky og ég líka bluesky.social það skrifa bsky.social Hrann ekki tala þetta niður Nei, það eru margir að reyna að fá fólk yfir þú veist að því að þið vitið, náttúrulega þegar Elon Musk keypti Twitter sem var ágætis miðill áður og svo fær maður svo hræðilegt bragð í munnin þegar maður fer þangað inn mér finnst ég þurfa að fara í sturtu sko ef ég fer inn á X og ég hætti bara þar þegar hann keypti það Ég var bara á Facebook, by the way en þú veist, það er Blue Sky sem er verið að líka bara orðin svo algjör lögleysa og bara eitt til dæmis svona dæmi sem er algjörlega fáránlegt eða ímyndið ykkur það, bara varandi íslenska framleiðslu á efni og menningu og öðru allir þessi peningar sem fara í auglýsingar á YouTube sem renna, þú veist, sem eru utan einhverja landamæra, skiljiði. Allir peningarnir sem fara í Meta. Já, ég er að segja, allir þessi peningar sem eru að fara út úr íslenska og þar getum við tengt þetta náttúrulega við fall dagblaðana og fjölmiðla og annað hérna sem er í okkar samfélagi. Peningarnir hrúast allir til útlanda, til þessara fyrirtækja og síðan er engin stýring á því, ég meina strákarnir mínir kveikja alltaf að horfa á YouTube-myndum og það er bara Betsson, bara endalega 60 bet hérna, einhver gerfigreind að tala þeir eru alveg búin að fá nóga þessum hérna, spilavítis auglýsingum, en það er náttúrulega ekki hægt að gera neitt í því, þetta er bara YouTube þetta er bara eitthvað útlenskt fyrirtæki svo kemur næsta auglýsing Húsgagnahöllin og svo kemur Toyota og svo kemur aftur Betsson og eitthvað svona við höfum ekki lengur stjórn á þessu. Það er búið að íslenska ríki og aðri, við erum búin að afsala stjórn á þessum hlutum til einhverja stórfyrirtæki út í heimi sem taka peningin og auðinn frá og gera það verkum að það er ekki hægt að framlega íslenskt efni út af því að auglýsingatekjurnar, það skilja eitthvað við. Hér er Meta er örugglega stærsti auglýsingasali á markanum hérna á Íslandi sko. Það sé ekki komin reglugerð meina við. Það sé ekki landamæri á þessu. Það ætti að vera reglugerðir, það ætti að vera búið að fara í saumana á þessu eins og Hrönn nefndi á þann að þannig að tæknin er alltaf einhvern veginn og undan okkur það sem við erum að reyna að búa til. Við höfum samfélagssáttmála það að auglýsa ekki spilavíti og áfengi og annað fyrir börn. En það er samt. En það er ekkert að gera það þegar við erum með YouTube eða Meta. Eða TikTok. Já, skiljið hvað við. Af hverju trompa þessi fyrirtæki okkar lög og okkar skynsemishyggju. Þetta er það svo Gunnar að tala um. Þetta er orðið svona ofurvald kapitalismans yfir okkar lífi og menningu. Þar eru við náttúrulega bara stödd í dag. Sko. Já. Og flestir eru sáttir við að búa þar. Það er auðveldari fyrir fólk að ímynda sér endalók heimsins en endalók kavernar. Þess vegna getur fólk ekki ímynda sér þessi ykkur annar valkostur. Hvaða fólk er þetta? Já, ég er alveg... Sem getur ekki ímynda sér heiminn án kapitalisma. Já. Ég held að sé bara íslenski kjósendur í Evrópu. En það er náttúrulega búið að vera, eins og segir, með nýfrjálshyggjuna, hún hefur náð að þröngva sér inn á öll svið okkar menningar og hugsanagangs og stundum hugsa maður bara hvað þetta hefur, þú veist, þetta hefur einhvern veginn þessi heimspeki að ekkert sé til án og það sé frjálsi markaðurinn sem áða alltaf fyrst og fremst það er og það sé eitthvað frelsi að þetta sé svona næstu í ofar náttúrulögmálunum. Að markaðurinn sem er náttúrulega ekkit annað heldur en sko peningarnir og hann stjórnar mestu sem á mesta peningin á markaðnum. Já, og það kom alltaf með rétta svarið. Við styðjum listir með þessum hætti að við endurgreiðum bara það sem að markaðurinn ákveður að sé mest selda bókin að hún fær mesta styrkin. Þetta er alltaf sumuleit er það líka í endurgreiðslunni í kvikmyndum og sumuleit erum við að færa okkur inn að það og þegar þú varst að tala um peningahyggjuna að þá þið kannist við frasan að það sem að þú treystir á það er þenn Guð og við treystum fullkomlega á peningarnir gefa okkur alltaf rétta svarið og þannig lendir lifum við í samfélagi sem að peningarnir eru bara Guð og hver er þá valdamesti maðurinn í heiminum, það er Elon Musk sem á mesta peningin, hann er orðin innsti kalli í búri sko ríkisvaldsins og hann stjórnar því að þú ferð inn á X, þá ferðu bara einhverja messu frá honum, hann stjórnar algoritmanum þannig að þú heyrir fyrst ég veit ekki hvort það hefði komið eins og ef þið eru í Marokko, þar er reglan svo að þið ferði rakarans, að þá er mynd af konginum sem er jafnframt sko æðstipresturinn og jafnframt ríkasti kallinn. Ef þau takja upp blað þá er alltaf mynd af honum, það er ekki að vera stór, kannski svona, það er alltaf mynd af hann á forsíðu. Og við erum komin í þennan heim, bara vill svo til að þessi kall er annað Trump eða Elon Musk. Já, niðurstaðan er bara við erum á rosalega hættulegum stað, nákvæmlega núna, bara í mannkynssögunni. Já.
þessi vika var svolítið þannig. Já, og hvorum megin bara allir við að... Fólk var búið að uppgötva þetta, en það voru ekki alveg allir komnir þangað, þannig að allir sem voru ekki komnir þangað, þeir einhvern veginn uppgötvu þetta í þessari viku. Það bara þessi vika. Þessi vika var svolítið svona, jæja, núna falla leiktjöldin og þetta í raun og veru heimurinn sem við búum við, að valdamesti maður í Bandaríkjunum sé þessi maður og þetta séu þessi lög sem að hann vill setja og þessar lagasetningar og hvað hann að láta falla úr gildi, það eru ýmis mannréttindamál og hvað hann að taka inn, það eru ýmis fasísku lög og sko þeir sem voru í afneitun, allt hugsandi fólk, það þurfti að hugsa þetta í þessari viku. Þú veist, við erum bara þar og svo það bara næsta spurning, getum við gert eitthvað í því og hvað aðgerðarplan? Við þurfum bara aðgerðarplan. Veitu hvað við gerum í því? Hvað gerum við? Fórum að horfa á handbolta. Já, það það sem ég gerði þessari viku, en ég meina við þurfum samt líka langtíma aðgerðarplan. Dansa til að gleyma, mennur. Ókvæmlega. Skrítin vika maður. Já. Ég var að skipta yfir í handboltaðina sem umræðinni. Já. Þetta umræðinni sem að var hérna. Síðasti maðurinn sem hitt á henni kom hingað var Óli Stef. Hvað sér þú síðasti? Maðurinn sem ég hitti á henni kom hingað var Óli Stef. Já, var hann ekki stuðið? Var hann ekki bara svífandi? Jú, hann var með alls konar filosófí kringum þetta sko. Hann æðislegur, það er svo gaman að horfa á hann í sjónvarpinu. En hann var spenntur fyrir kvöldin, ég spurði hvort hann hefði eitthvað heyrt í Degi Sigurðssyni. Hann sagðist þú búin að láta hann friða alla vikuna. Hvað, var hann með einhvern svona spádóm hvað myndi gerast á eftir? Já, hann sagði að við myndum vinna. Jæja. Já. Ég trú honum. Ég held það líka. Og við treystum á Óla Stef sko. Óli Stef veit hvað hann syngur sko. Það bara svo fallegt að eiga þetta þjóðarsport, eiga svona einhver íþrótt sem við bara erum í alvöru góð í, sem við eigum bara, þú veist... Betri en sæmileg. Já, bara, og þetta bara okkar og þetta svona hefð og saga í kringum þetta og þú veist, maður þetta í gamla náttúrulega liðinu, við gerum okkar besta og Valda og Gumma Hrafnkels og allir þessu og nú er komin, þú veist, enn kynslóðin og börnum manns fá að horfa á þessa og þetta verða svona einhverja típu, þú veist, þetta er bara ótrúlega fallegt. Þetta er náttúrulega janúarmánuður okkur einasta ári, náttúrulega handboltamót og þetta er bara geðheilbrigðismál fyrir íslensku þjóðina. Ég er sammála þessu. Þetta gangi bara vel. Þetta er það. Þetta er svo skemmtilegt og ég var alltaf að pota í stelpunum mína þegar við vorum að horfa á Ísland-Egyptaland, bara það búa 113 milljónir í Egyptaland. Það er til betra stuðningslag en við gerum okkar besta. Það er eitthvað svo ótrúlega svona satt og heiðalegt. Ég veit ekki, sko, besta og aðeins betri en það sem hvort sem maður heldur með Danmörku eða ekki, málið það er óþolandi góð þjóð í handbolta, sko, óþolandi góð. En þetta dæmi samt, sko, að þú talar besta stuðningslagið. Við röði, við stór saman, síðum síði. Það er erfitt að toppa þetta, sko. Frá svipuðum tíma. En sem þjóðsöngu litlu þjóðarinnar, þá við gerum okkar besta ótrúlega falleg skilaboð, sko. En síðan alltaf versta sem getur gerst fyrir okkur sem þjóð að tapa ef við förum í allarlega úrslitaleikinn að tapa fyrir Dönum. Þá koma timbumenninir af fullum krafti við íslensku þjóðina. Þá verður það bara áframhaldandi skammdegisnúgliti yfir í febrúar. Við bara verðum að vera undirbúin undir það. Það er bara gaman meðal eins og stendur. Það er bara njóta þess með að maður getur. Og þú getur sagt þetta heiminn líka. Þetta var kannski full mikið svona raunsægisismi hjá mér að fara að tala þennan leik, sko. Ef við förum þangað, sko. Gaman að meina ekki þannig að ef við vinnum riðilinn, þá líklegt að við lendum át Ungverjum, eða ekki? Jú. Sem svona... sögulega Snorri Steinn. Má ég spyrja Gunnar Snorri, ert þú að horfa á handbolta? Já. En þú ert ekkert svona fanatik, ég nefnilega horfa á allt, sko, alla hínaleikina líka sem Ísland tekur ekki þátt í, sko. Var það ekki fræga víti sem Snorri klúraði, var það ekki mót Ungverjum? Sko Óli benti mitt á þetta á, hann hefur tölum um Óla Stef, hann sagði mitt að sögulega erum við vandræðið með Ungverja, en við höfum verið að vinna Frakkana á til, sko. Og þeir eru frekar veiki núna. Já, en hann sagði hins vegar... Frakkar eru rosa sterkir. Óli sagði að Frakkarnir væri tölvöld betri en Ungverjum. Rosa góður. En Heiða, þú horfir á alla leikina, svo þú ert örugglega best í að segja okkur hvernig þetta... Já, sko, ég skal bara segja ykkur. Kannski að taka spennandi þess að þú ert að segja áðan að þeir eru með svona YouTube-kostningarsjón. Kannski ættum við að taka svona lýsingar hér inn á Þú verður að lýsa handbolta. Bóka þetta. Heyrðu, nei, en málið það, þegar ég var unglingur, þá var ég
íþróttasinnuð, semst antisportisti. Ég held að það segja andsetin. Nei, ég var andsetin líka, bara nei, á listinni. Ég tengi vel við það. En já, ég var sem sagt, ég stofnaði antisportistaklúbb í Fjölbrautaskólanum sem ég var í Keflavík og inngöngu skilyrðin, það voru nú bara eitthvað 4 eða 5 í þessu. Inngöngu skilyrðin var hversu mikið þú gætir sko sýnt ógeð þitt á íþróttum og einhvern hátt. Og það var, þú veist, kveikt í íþróttablaðinu eða þú veist, eitthvað svona dót sko. Ég hefði verið með þessum Já, ég var þarna sko. Og þarna, síðan sem sagt líða árin og ég fíla aldrei neinar boltaíþróttir, síðan bara fer ég að fá svona skammdegistunglindi og pappa og mamma eru líka mikið handbolta áhuga fólk, þannig ég ákvaði einhvern veginn bara, ég tók bara ákvörðun það, ég ætlaði að setja mig inn í þessa íþrótt og ég ætlaði bara að læra allar reglurnar, ég ætlaði að vita nákvæmlega hvað þessi leikur fjallar, strategíur, þú veist, ég veit allt, hendin er komin upp, ég skil þetta allt, ég veit nákvæmlega. Ég þarf að horfa með þér, ég nefnilega skil ekki neitt. Heyrðu, ok, við bókum það líka. Og svo er ég bandaríska mann og hann er alltaf bara, af hverju traveling, hvað var að gerast? Ég veit það ekki, þið bara mistu boltan. Ég er haffyringur, þetta er bara svona inngróð í okkur haffyringur, svona handboltabær sko, þú veist, það var spilaður handbolti bara í innkerslum og... En málið er það sem sagt, ég bara fór að horfa svona mikið, fyrir svona kannski 10 árum, 15 í mestalagi og bara það var eiginlega fyrir pappa og mömmu, bara mér langaði til að eiga meira sameiginlegt með þeim og svo bara kom þetta aftan að mér og ég varð bara í alvörunni svona rosalegur aðdáandi og þegar það er landsleikur þá hringi ég alveg sjúklega stressuð í pappa í hálfleik, við erum að horfa live og ég hringi pappa í hálfleik alveg bara, þú veist, og við bara tölum eins hratt og við getum til þess að missa ekki aftur að byrja aftur. Þetta er ógeðslega næs. Þetta er mjög falleg ræða hjá þér, þetta er eiginlega það að við getum breyst. Já. Sem er mjög jákvætt. Já, það er stóru skilabúðin í þessu. Þú veist hvernig þessi leikur, eða þú ert kannski færust það hérna við borðið að vita hvernig þessi leikur fer í kvöld og líka gagnvart ungverjum. Já, en málið er það, ég er ekki frá að horfa á hana leik í beinni því ég er bókuð hérna seinna á eftir og mér er bókuð á einn stað og svo á annan stað, þannig að ég er að fara að horfa á hana leik bara ekki beinni útsendingu, þannig að það verður bara... Þannig að passa þig á því að heyri hjúslitin og horfa á það í synkun. Það er ekki hægt. Já, ég er að fara að gera það. Já, ok. En hefur trú á því að við getum unnið ungverja? Alveg 100% sko. Já. Ég held í alveg að liði núna sé mjög sterkt og það sé ekki síst út af Viktor Gísla markmanni. Hann er alveg hann varði nú voða lítið í seinni hálfleiknum á móti Egyptum. Já, en hann er búin að standa sér það vel að það er alltaf hægt að kalla hann inn og svo erum við náttúrulega með Bjögga líka. Sem var einn af bestu og kannski er hann það ennþá, ég veit það ekki, en hann er búin að vera lengur að. En að þið vorum að tala fasisma og íþróttir og nú saminast þjóðin að horfa á handbolta. Shit, þetta er ógeðslega skrítinn þáttur. En við munum líklega að mæta Ungverjum og þar er æðsti pái þar heitir Orbán. Hann tvöfaldaði framlög til lista og menningar, en inn í listum og menningum er íþróttastarf. Og hann flutti alla peningarna sem áður hafði farið í listu menninga yfir íþróttir. Þannig að Ungverjarnir, sko, þeir hafa verið að æfa sig, sko. Þar er heil þjóð og þar er bara stjórnvöld sem að horfa fram á það að það er óendanlega mikilvægt að Ungverjar standi sig vel í íþróttum því að það mun gera fólkið ánægt. Men nú er ríkjandi stjórnvöld og allir verða sælir. Þannig að það er það sem við munum mæta ef við mætum Ungverjum. Ég er ánægður að kemur með menntakerfa því ég er svona búin að vera bíðt eða að fara að tala kennara og kjara bara Þú ert kennari? Já, þú ert að vera í verkfall eða hvað? Já, það er allavega að lítið þannig út. Það var fundur í dag sem sátt að viðræðunefndir kennara hittust í dag og það er ekkert útlit fyrir neitt annað en það verið farið bara í örugglega allsherjar verkfall. Það fer alltaf að gera sitt besta og aðeins meira það í verkfallinu. Já, allavega Ertu ánægð með að fara í verkfall? Nei, ég held að sé engin það er engin ánægð með að vera að fara í verkfall. Ég er náttúrulega sonur kennara, ég ól svolítið upp í kringum þessi kennaraverkfall sem barn og það þurfti nú voru mörg verkfall sem við lentum í menntaskóla og öðru sko. Þetta er náttúrulega ekkert gleðiefni fyrir neitt, hvorki nemendun ég kennara að fara í verkfall. Það sem maður hryllir við er bara pínlítið þessi sko óendanlega litli sáttavilji hjá sveitafélögum og ríki. Virðingarleysi síðan gagnvart kennarastéttinni í heild sinni og ég reyni hvernig svona umræðan kennara hefur komið í ljós, þú veist, í þessari kjarabátt. Mér finnst eiginlega virðingarleysi verið orðið, sko. Það er mér finnst það sterkast orðið í þessu. Það er svo öllum sé alveg sama, það vantir bara mörg þúsund kennara til starfa. Þú getur ekki að borga kennurum sama og öðrum sérfræðimenntuðum
En mér fannst svolítið flott sem ég sá einhverstaðar í einhverju frétt í vikunni akkurat þetta, það sem var, nú man ég ekki hver það var sem að satt fyrir svörum, en það var verið að tala að það væri búið að vera mjög mikið tabú, en það mætti bara hreinlega að fara að tala það, að það vantaði meiri aðstóð, kannski meiri peninga, meiri úrræði og kannski fyrir einhverja nemendur, einhvers konar aðskilnað vegna þess að það væri þarna mikið af nemendum sem væri bara hreinlega að sýna ofbeldi. Og það væri bara, var þetta ekki fréttunum bara í gæri? Það var umræðan í vikunni svona ofbeldismenning og ofbeldishegðun. Já, sem að kennarar hafa bara þurft að gleypa og helst ekki tala það af því að það mætti ekki tala þessa hluti. Þetta væri bara, og þarna þyrfti að fá kannski nemendur og foreldra saman að borði til þess að ræða málin og komast að alvöru úrræðum ásamt náttúrulega stjórnvöldum. Að þetta hluti af því að kennarar kannski endast ekki eins lengi eða það ekki eins mikil ásókn í starfið, að það bara orðið hefi. Hvað segir það? Já, ég meina, fólk áttar sig örugglega ekkert mikið á því hvað gerist oft í skólum og hversu þung þessi mál orðin sem kennarar þurfa að glíma við. Þetta er náttúrulega allt annað veruleiki í dag heldur en var, þar sem ég náttúrulega tengist því að í gamla dag þá var þetta að senda börn úr skóla. Það var ekki bara sjálfsagt að vera í skólanum. Ef þú fórst út fyrir einhverja ramma þá kannski bara að hætta að vera ekki lengur í skóla. Það er ekki nú einstöku fögur, ég var ekki með starffræði þegar ég var 12 ára. Við erum ekkert með svoleiðis kerfi í dag. Við erum bara með kerfi í dag, svo krakkar eru bara í skóla. Það er alveg sama hvað gengur á, hvað gerist. Alltaf við þurfum að halda þeim í skólanum. Það geta komið upp rosalega mörg alvarleg og þung mál. Það sem vantar með úrræði og vantar pening og allt þetta og kennarar bara upplifa það bæði sem ógn og sem og ég þekki bara sjálfur kennara sem hafa fengið heilarhristing, sem hafa lent í sjúkraþjálfun og bara lent í alls konar þungum málum, bæði á sál og líkama og öðru. Það er þetta skóli án aðgreiningar og það fylgir því ekkert fé og ég þekki það sjálf að ég hafa barn með greiningu sem hefur beitt ofbeldi af því að hún ekki að fá það aðstoð sem og kennarinn ekki sérfræðingur, skilur, það er líka það, einn kennari með 30 manns, það eru í þessum bekk eru örglega, í svona venjulegum 30 manna bekk eru örglega 4-5 börn með einhvers konar greiningar. Nákvæmlega. Og sum þeirra munu beita ofbeldi ef þau, þegar það fylgir því bara, ákveðnum geðröskunum fylgir svakaleg reiði og vanlíðan ef að þú færð ekki ef aðstæður henda þér ekki, svo að þetta er alveg ótrúlegt að sé búin til skóli án aðgreiningar en það á ekkert að þjónusta þá sem þurfa aðstoð. Þá ekki að setja peninga í það, þá ekki að borga fyrir það. Og þetta upplifa kennarana sem svona vanvirðingu og óvirðingu við sig og sitt starf. Hugmyndafræðin til staðar og hún kannski falleg upphaflega, en það var bara ekki, málið var ekki hugsað til enda, það var ekki klárað til þess að þessi hugmyndafræði að við séum öll hérna saman og við séum öll í öfni í raun og veru. Skóla án aðgreiningar hlýtur að vera upphaflega hugtakið það sé ekki verið að taka útrýma einhverju sem heitir tossabekkur eða eitthvað svoleiðis. Það er bara ljótur gamall hugsunarháttur. En til þess að þetta jafnræði gildi á þá þarf náttúrulega bara að hugsa málið til enda með fjárlögum. Það er það sem þetta snýst um. Já. Þetta er bara nákvæmlega eins og þegar málefni fatlaðra eru færði yfir á sveitafélög og það fylgir því engin peningur. Þarna eiga einhverjir kennarar að fara að þjónusta börn sem eru einhverf með ADHD, kvíða og alls konar vanlíðan sem brýst oft út í alls konar hegðun. Hvernig á þessi kennari að sinna starfi sínu og öllu öðru sem fylgir bara nútíma lífi barna í dag? Þau þurfa líka, þú ert líka sálfræðingurinn þeirra, þú ert líka stuðningur. Þetta er starfið hefur þyngst rosalega mikið. Á sama tíma vantar ótrúlega mikið af faglærum kennurum í stéttina. Þeir talja þetta eitthvað í kringum 1000 og það er eitthvað sem fólk virðist hafa minni áhyggjur af. Það er farið í málaferli yfir því að kennara hafi farið í verkfall á einhverju leikskóla. Það fer enginn í málaferli yfir því ef það er enginn menntaður leikskólakennari á leikskólan. Já, en voru síðan ekki lífeyrisréttindi? Fólki bara, það er engin menntaður leikskólakennari á leikskólanum mínum. Það er allt í lagi, bara taki passið barnið mitt. Já, samt er þetta skólastig. Já, en síðan ef kennararnir farið í verkfall, förum bara í mál, þetta er bara ólulegt, skiljum við. Það er svona ákveðin tvískynningur í því. Síðan náttúrulega afsöluðu kennarar sér lífeyrisréttindi. Já, fyrir 10 árum. Með loforð það að það var náttúrulega það sem, eins og það er í gamla daga sem var svona ákveðin kostur við þetta starf. Þú gæst hætt farið fyrir á eftirlaun, það var 95 ára regla og fleira og síðan kemur krafum það bara jafna lífeyrisréttindi allra í landinu, allir bara vera með sömu lífeyrisréttindi.
þannig að við hefum ekki verið með eitthvað sérstakt kennararnir, við hefum ekki verið með betri lífeyrisréttindi heldur en einhver annar. Við sem, við erum þá að missa þetta sem búið að vera gulrót fyrir okkur í starfinu, góð lífeyrisréttindi, við viljum þá fá eitthvað á móti, þá hærri laun eða eitthvað. Já, við jöfnum launin, tökum lífeyrisréttinda, við jöfnum launin, svo líða bara 10 ár. Það gerist ekki neitt. Nei, þetta er þessi svik sem kennarar upplifað og þetta virðast ekki allir einhvern veginn skilja í umræðinni hvaðan þetta byrjar. Ég held að þetta sé bara inngróið í menninguna. Það er bara öll þjónusta við hvort sem það er ungbörn eða skólarnir eða gamalmenn eða þjónusta við jaðarsetta einstaklinga og allt í þessu umhverfi það er eins og eigi ekki að borga góð laun í þessum störfum. Og þetta er ríki og sveitafélag sem er að gera þetta og á sama tíma maður þekki fólk sem er til dæmis að vinna hjá ríkinu og hjá Reykjavíkurborg sem er síðan að reyna að koma sér inn á vinnumarkaðin hinn frjálsa og þá eru launin svo há inni hjá ríki og borg að það eru nánast ekki samkeppnisfært við einkamarkaðin. Þannig að þetta er svolítið búið að stilla þessu upp í einhver svona ákveðin slott. Þetta fólk má ekki fá góð laun, þetta fólk má góð laun. Hvaða fólk er að fá svona góð laun hjá ríkinu? Já, þú sér eins og núna í tengslum við alþingiskosningarnar. Ég þekki eina til dæmis sem er búin að vinna hjá ríkisstofnunni í mörg ár og komið mjög há laun og vildi fara að vinna hjá öðrum fyrirtækjum, endurskoðunarfyrirtæki fleiri og það bara hún taka á sig einhver 400-500 króna launalækkun til þess að fara. Þetta kom í ljós núna í alþingiskosningunum, það kom allt inn bara tvöfaldir tékkar, allt fólki sem er að koma úr sveitastjórnunum yfir á alþingi og fær bara samtímislaun milljónir frá sveitafélagunum á sama tíma að það er að fá laun frá alþingi og við vissum ekki að alþingi myndi borga jólin, það sagði okkur ekki frá því. Hvar í heiminum fengir svona laun? En þetta við erum að tala um að borgarstjórar og bæjarstjórar á Íslandi eru bara launæri heldur en kollegaðir í mörgum löndur í Þýskalandi og út allt og allir þessir alþingismenn sem fá hennan dreifbýlistyrk og segja það bara játa það í fjölmiðlum að þeir hafa aldrei búið út á landi og þeir vilja ekki hennan pening jafnvel og það er bara þú skalt fá 200 skall á mánuði aukalega. Hvar á hinum almenna vinnumarkaði fengjum við svona afturvirkar launahækkanir og alls konar sporslur sem að við þurfum ekki á að halda. Það er 10 milljónir uppsatna orlof bara ég tók aldrei sumafrí. Eitt sem er skrítið að það er samsett fín menntastefna, skólegan aðgreiningar og svo lagt að staðin, það er ekki fjármagnað þannig það gengur illa koma alls konar annmarkar upp, mikið álag og kennurum og kerfið er alveg að bresta að þá heyrir maður í svona stjórnmálumræðinni þá verður það að breyta stefnu en ekki að fjármagna á stefnu sem að vera fyrir. Við þetta svolítið íslenskt. Og ég heyr ekki bara betur en að þetta sé, ég meina, ríkissjónvarpið er búin að vera með svona þætti raunverulega að svona einhvern veginn að þessi stefna og hvernig svona skólakerfið heldur upp í skólaþjónustu sé eiginlega byggt á einhverju misskilningi. Muni ekki eftir því það var svona þættir og líka í umræðinu sem þegar viðskiptaráð hefur skoðun í skólamálum þá er það bara mætt í Kastljós og það er stundum bara eftir viku það sem er Kastljósið bara fjallar hugmyndir Brynjóls Björnssonar sem ég held að sé hagfræðingur skólamál. Ég ætla bara að vera, ég veit að sem kennari auðvitað var margt að því sem viðskiptar á áherslan þeirra á samræmt próf og annað, þetta er kannski svolítið gamaldags í hugsun. En það er samt alveg kjarn í þessu sem er alveg eftirtektarverður sem maður þarf að hugsa Það er náttúrulega gali hversu lítið við mælum árangur í skólakerfinu, hversu lítill skilningur er til dæmis meðal fólks bara á einkunum, hvernig fólk upplifir bara svona skilningsleysi. Hvað er andstæðan við það að mæla? Hvað er andstæðan við að mæla? Það er látið lítið út eins og að móti viðskiptaráður sem vil mæla árangur nefnda sé eitthvað aflinn í skólakerfinu sem að vilja alls ekki mæla neitt. En ég hef talað við fólki í öllu skólakerfinu. Ég hef ekki verið neitt sem að hendur þessu fram. Það er verið að vinna einhverju breytingum á einhverju öðruvísi formi. Það er bara eina svarið sem þeir hafa varandi menntakerfi er að einhver matsferill eigi að leysa öll vandamál. Eitthvað matskerfi. En það sem hins vegar er áhugavert við það er að við erum skólarnir að meta alveg endalaust. Við erum alltaf að gefa einhverju, við erum að meta allt hægri vinstri. En þetta er ekki samræmda mælingar. Þetta er ekki vísindalegar mælingar, skiljið hvað ég við. Það er munur á því að ég met verkefni og gef einhvern, skiljið, eða það sé einhverju utanakomandi aðili sem mælir það, eins og samræmduprófin voru. Og ég held að það sé svona, ákveðið svona umhugsunar efni, hvað við erum oft svona Íslendingar, við förum einhverja eina átt.
svo þarf að fara algjörlega í hina áttina, skiljiði. Við erum svona fram og tilbaka. Og þetta þegar ég var í skólakerfinu þá var öll áherslan á samræmdpróf. Það var bara allir 10. bekkur var bara samræmdpróf. Það er auðvitað veruleiki sem við viljum ekkert fara í aftur. En síðan einhvern veginn að fara alveg í hina áttina, nú er bara engin samræmdpróf, skiljiði. Þú veist, og nú bara, já, gerir þetta allir bara sjálfur. En trúið þú því ef við sittum að fengja á það og nú myndum við bara mæla og taka samræmdpróf að þá myndi skólakerfið batna, bara rísa upp aftur? Nei, en ég held að myndi hjálpa kennarum ákveðnu leyti að það kæmi utan að koma til mat á gæði skólastarfsins. Af því það hefur verið umræða hérna einkunnaverðbólgu til dæmis sem skýtur reglulega upp kollinum. Einkunnaverðbólgu? Já, maður heyrt alveg það, þú veist að B+ úr einum skóla er ekki jafn valid og B+ úr öðrum skóla. Það er bara tengist því sem að vorum að ræða áðan þrýsting á kennara, þrýstingur frá þrýstingur frá foreldrum til dæmis. Í Garðabænum mætir lögfræðingur nemandans og heimtar að vera hækka. Ég hef aldrei heyrt þetta hugtaksamt hérna einkunnaverðbólga. Þetta er mjög áhugavert stöf, sko. Að í alvörunni erum við að tala um að það séu foreldrar sem að lifi í það miklum yfirborðsheimi, það er svo mikið feik að það er bara þetta sem er mælikvarði á sjálfsvirðingu fjölskyldunar eða ekki. Bæði það og náttúrulega skólinn sjálfur vill líta vel út, sko. Já, það skiptir ekki máli. Aðalatriðið er að börn séu að læra og verða betri í því sem að námsefnið er. Það skiptir máli í þessu er að þessar einkunnir eru aðgöngu með barnana í menntaskóla. Og þau vilja komast í sinn, þau vilja bara fá ráða og komast í sinn menntaskóla sem þeir langar í. Til þess að gera það þurfa að fá okkurnar einkunnir. Og þau langar í tiltekna menntaskóla vegna þess að þar kynnist barnið tengslanetti sem að mun gagnast í til þess að krafsa sig áfram í samfélagi þar sem að peningar eru eini mælikvarði. Menntaskólarnir, þeir neitaði hins vegar að taka sjálfur. Já, þeir neitaði hins vegar sjálfur að taka nemendur inn og vera með einhvers konar eintökupróf eða eitthvað frá sér. Þannig að þeir vilja við grunnskólarnir flokkum nemendurnar og gefa þeim þessar einkunnir. Það er ekkert utanaðkomandi sem gerir það, þetta er bara einkunnir okkar. Þannig að það er algjörlega undir hverjum skóla fyrir sig hvernig hann skiljið hverjum. Og ég held að þarna séu við komið með bara varandi þetta tiltekna atriði væri rosalega gott að hafa einhvers konar utanaðkomandi mat sem væri aðeins hlutlausara mat. Svona, þannig að það sé ekki þessi pressa á kennurum. Þetta kerfi er alltaf ekki byggt á nákvæmni, sko. Nei, þetta er bara eiginlega, virkar ekki, sko. Þetta er bara komin í ennan klíkuskapin. En trúið þú því að einkunninnar, hvernig staða þeim, að þær munu bæta skólastjörfið í sjálfum sér? Eða ertu bara að laga þetta þarna með einkunnaverðbólguna og hvernig hvort að MR geti valið, sko, rétt fólk til þess að búa til sinni elitu skóla? Nei, ég held allt sem við mælum vísindarlega hjálpi til við skólastarf og skóli og menntastofnunir eiga að vera staðar að svo eru vísindarlega mælingar og hlutlausar vísindarlega mælingar og ég held að við séum bara svona okkur vanti það pínlítið, kannski á sem muni sem matsferil sem er búið að bíða eftir núna að því það sem gerist þegar samræðuprófin þeim er kipt út, það var gert rosalega bara svona í rauninni án undirbúnings, það bara kom allt í einu bara fyrst voru þau að gera valkvæð og þá náttúrulega kvarnast upp úr svona vísindarlegu nálguninni þegar krakkar gáttu satt bara mig langar ekki að taka þau. Síðan er þeim bara kipt út af því að tölvukerfi hrundi og virkaði ekki. Ég er með eina spurningu. Og eftir það höfum við ekki verið með neitt og við erum að tala um það eru liðin bara einhver 5-6 ár án þess að það hafi verið neitt svona samræmt mælingatæki í skólakerfinu. Akkurat varandi þetta, að því að nú veit ég þetta ekki en þetta er líklega eitthvað sem þú hefur allavega einhverja meiri hugmyndum en ég. Hefur einhvern tímann verið reynt að hafa einhvers konar samnorrænt eða jafnvel samevróst staðla kerfi? Já, PISA. Já, en það er í raun og veru bara könnun sem kemur alltaf þegar það er verið að kanna hvar. Þú veist, að það sé í raun og veru til einhver reglugerð sem að hægt er að setja og taka upp í öllum, byrja bara til og með svo Norðurlöndunum. Að því nú veit ég til dæmis að Norðurlöndin eru mjög mismunandi sett og einhvern tímann horfði ég einhverja heimildamynd það sem verið var að taka, var það ekki Michael Moore meira sem var að taka sérstaklega hinn á þessa hluti og þá var verið að tala um sko finnst skólakerfi og það er víst eitthvað alveg stórkostlega að standa sig vel það virkar ótrúlega vel þar er fólk sem að klárar það sem það þarf að klára án þess að sé eitthvað stress og ég held að eitt af því sem þau hefur tekið út var heimanám og eru þá bara með rosalega góða aðstöðu í skólanum til þess að allir nemendar fái í raun og veru þá hjálp í heimanámi þannig að þau geta þá bara verið heima að leika sér. Við erum að hafa í huga þegar Michael Moore er að gera heimildamindir þá er hann að tala við Bandaríkin hann er að berja bandarísk skólakerfi með dæmum okkur og ég man ekki hvernig við byrtust í þessari myndans að þá voru við, maður kannast ekki alveg við Ísland eins og það var. En spurningin minn er samt sem áður, væri þetta lausn?
Gætum við tekið upp eitthvað samnorrænt sko reglukerfi? Ég held að þetta sé sko bara svo kaotist sko. Ég á börn á öllum aldri, þannig að ég er búin að vera með börn í grunnskóla í 25 ár og fylgst með alls konar breytingum. Og á þessu árabili þá hafa verið alls konar tilraunir sem er einmitt, þú varst talað með samræðuprófin, eitthvað sem er bara hætt eða breytt og vanhugsað og illa undirbúið. Man til dæmis setur einni tilraun fyrir svona 10-15 árum að það átt að fara að blanda árgangum saman, samkennsla, algjörlega kaotist og eftir 2 ára því þá bara voru allir sammála að það væri stjarnfræðilegt rugl að reyna það. En samt farið í það á fullum krafti á nokkuð undirbúningu. Ég held að þetta sé svolítið svona. Eina þessum tilraunum var til dæmis að láta alla nemendur hafa iPada, snjalltölur. Einmitt, já. Það voru engar vísindarlega rannsóknir, allan ekki neina sem ég hef fundið sem sögðu til hversu frábær námsárangurinn myndi bætast og það var heldur ekki gert þannig að eitt skóli fekk iPadan og svo gerði einhver mæling af námsárangri eftir ár og ég meina þú ert nú mikill tölfræðimaður. En var það ekki bara auka skjátími? Jú, ég meina þú veist og það er allir búin að fá nóga þessu í dag skilur og einhver leiti þegar maður er að tala skólamál og með fer yfir svona söguna þá kemur í ljós að við sem hópur ótrúlega trú á sko tæknilegum lausnum en erum ekkert sérlega góð í því að byggja upp svona kultúr og menningu innan svona stofnana. Það er eins og enginn hafi trú á því að það sé hægt, heldur verður við að hafa einhvern veginn utanakomandi eftirlit eða finna einhverja nýja aðferð og erum til að horfa á alla kennaran okkar sig að þeir eru meira og minna í einhverju ruglunu, hérna er komið ný aðferð og hérna ný mæleining en þetta er náttúrulega ekki leið til þess að byggja upp sko kultúr og menningun í skólakerfi sem er kannski á endanum það eina sem allavega mín reynsla skólakerfi sem var nú ekki til að löng að það var bara tengsl við svona tiltekna kennara sem að komu og unnu þar af sko miklu afli og krafti og skapandi og gáðu svona svigrum sem að höfðu áhrif á mig. Maður færða á tilfinninguna, sko, eins og þú segir, það er ekkert að því að mæla, en það er einhvað gamaldags líka, sko, við erum ekki lengur í þeim heimi sem var í gamla daga þannig að þú veist, páfagaukalærdómurinn og sá sem var skara fram úr í svona hefðbundnu félagsfærni, þú veist, við erum búin að komast að því fyrir löngu síðan að fólk passar ekki í allir þessi box, sko, og líka til þess að þarna skara fram úr í heiminum í dag þarftu fyrst og fremst að vera skapandi og þú þarft að geta fundið því að þú ert með sko internetið og þú þarft ekki lengur að læra allt utan af og mér finnst eins og að vanti stundum þarna kannski einhverja nýja hugsun í einmitt hvernig við finnum og þetta hljómar óslega klísulega við verum að finna fjölbreyttari staði fyrir ungt fólk í dag til þess að blómstra og engunni get ekki verið upphaf og endir alls þess þó að ég skilji líka nauðsyn að hafa eitthvað mælitæki því að það er meiri fjölbreytni það er kannski að kenna siðfræði í grunnskólum og það þarf einhvern veginn aðra mælikvarða líka á nemandan því að þú veist við þekkjum öll og við höfum öll sjálfveri fólk sem blómstra ekkert endilega í einhverjum hefðbundnum greinum Nei, þetta er ekki svona one size fits all sko, bara segja ykkur litla sögu skal hafa hann að stutta hérna, elsti strákurinn minn hann er myndlistamæður og hann var svona típisku nefandi sem passaði ekki inn í skólakerfið. Hann hefði aldrei klárað runni menntaskóla og komist þá í listnám á háskólastígi nema fyrir lausn, og það er 2 lausnir fyrir listakrakkan núna, það er sko, myndlistaskólinni til dæmis að útskrifa með stúdentsgráu og fyrir tónlistakrakkana þá var MIT að gera það. Er það tala um myndlistaskólinn í Reykjavík? Já, myndlistaskólinn í Reykjavík og var, þú veist, í fjársvelti og var svona á svona ársbasis að fá fjármagn frá ríkinu til þess að gera þetta og þau útskrifuðust einmitt á sama tíma 2 elstu krakkarnir mínir og það var úr Kvennaskólanum það var svona hefðbundið útskrift í háskólabíó minni mig svona 3 tíma dagskrá sem allir voru að deyja yfir sko og daginn eftir var sem sagt myndlistaskólinn að útskrifa sína 20 stúdenta sem allir fóru í listaháskólan og sumir bara góði listamenn í dag og héldu sína leið og hefðu aldrei nokkuð tíma klárað þessa gráðu og ræða nemenda úr úr myndlistaskólanum var svo frábær. Hún sagði stend ég og allir félagarnir mínir fyrir baku mig. Við hefðum aldrei komast í gegnum þetta kerfi og við hefðum aldrei fengið tækifæri nema það var til lausn fyrir okkur. Já. Sem við hefum ekki gleyma að það þarf alls konar til þess að leyfa fólki að blómstra. Já, og við gleymum í stundum að þessi skólar
og menntun líka bara skjól til þess að leyfa manneskjuna að blómstra og það alltaf verið að leggja einhverja mælikvarða. Þess vegna eru hugvísindin í háskólanum orðin bara einskisvirði. Það var nákvæmlega sem ég ætlaði að fara að segja áðan. Ættum við ekki bara að vera að leggja meiri áherslu á það að skila inn góðu fólki í heiminn en að skila inn fólki sem með ákveðna gráðu og eitthvað, því það á yfirborðinu. Og það var það sem ég var að reyna að segja áðan. Ef við myndum taka bara skildu inn í aðalnámskrá að það væri einhvers konar bara inngangur að heimspeki sem þá siðfræði vegna þess að það í raun og veru siðfræði og rökhugsun í raun og veru svona það sem aðgengilegt og hægt að gera það skemmtilegu námsefni að þá væru við í raun og veru og gera það ekki að einhverju erfiðu og þungu. Þá erum við að leggja áherslu á það að hver og einn einstaklingur gæti fundið betur út hvað virkar fyrir hann. Já, og það væri líka, þessir í staðinn, við erum með einhverja kvarða en svo erum við líka með aðra hluti sem skipta máli eins og samkennd og vera fær að geta starfa við þessi störf sem eru svo mikilvæg, umönnunarstörf, kennslustörf, störfin sem eru. Skólinn sjálfur þarf að vera lýðræðislegu vettvangur þar sem að börnin læra á að lifa og starfa í lýðræðislegu samfélagi og læra að vera góðir einstaklingar. Baráttu fyrir samfélagum hagsmunum og reka kennara ef þeir líka ekki við þeim og þar hættu abstrakt, hugsa og kunna og læra heimspeki, læra eitthvað. Grunnurinn að því að læra allt þetta fallega sem þeir að tala heimspeki og siðfræðina, það að kunna lesa. Og svo gott að kunna skrifa líka. Og ef skipið að sökkva þá var þetta eðaróslegum tími að tala hvernig liturinn á björgunarvistinu á að vera. Ég það reyndar að segja það væri alveg hægt að kenna fólki alls konar siðfræði og heimspeki þó það kynni hvorki að lesa að skrifa. Bara ég vil segja. Börnin okkar eru að læra allt á TikTok í dag og þau eru bara að læra af stórkapitalistum hvernig á að græða pening og hvernig þú ert flottastur. Ég ætla bara að leiða mér að efast hversu mikið þau læra á TikTok af því ég að kenna þessum börnum sjálfur. En þú veist, ég upplifði það sem bara neyðar ástand í skólakerfinu varandi grunnfærni barna. Og þau hafa ekki áhuga að lestri. Allar þessar fallegu hugmyndir okkar skólakerfið að svo við ætlum að útskrifa nemendur sem eru svona á hinsegin og eitthvað svona. Þú veist, það líka bara nemendur sem eru útskrifaðir sem geta ekki lesið sér til gagns, sem komast ekki gegnum einhverja texta, sem hafa ekki athygli, geta ekki skrifað texta og annað. Og hvernig munu þeir nemendur koma inn í öll þessi flottu störf sem við erum að tala skiljið, þegar þú getur ekki, hefur ekki þessa grunnfærni sem áþarf að halda. En þetta ekki atriði sem að þau að læra heima hjá sér, áður að koma í skólan? Já, það komin aftur að þessar umræði sem vorum í áðan varandi starf kennarans og hversu svona þyngra starf kennarans það er náttúrulega búið að heimilin eru búin að svona ábyrgðin hefur færst mjög mikið frá heimilunum yfir á skólana. Þetta á bara að klárast heimanámið á að klárast í skólanum, þetta á bara alltaf að gerast í skólanum. Krakkar kvartar rosalega mikið undan álagi og þú veist, ég að læra heima en ég á æfingum alla daga, ég 5 sinnum í viku hérna í dansi og ég í ballett og ég í þessu og hinnu skilji, ég hef ekki tíma fyrir heimalestur eða eitthvað heima. Þú veist, þannig að þetta ógeðslega flókið samfélagslegt vandamál og ég tek þetta alveg með inn í þessa umræðu kjaramál kennarana, þú veist, þetta tengist allt saman. Það þarf að skýra betur hlutverk kennara og hvað við viljum fyrir þessa nemendur, hjálpa þessum nemendur sem eiga erfitt, virkilega, til þess að þið getur orðið allt þetta fallega sem við erum að tala um. Já, en ég ekkert að segja að, þú veist, við erum að tala um hugmyndafræði, en þetta með lesturinn, það eitthvað, það huge og það hefur beina tengingu við internetið. Það vill enginn lesa upplýsingar á netinu, eins og þegar ég fer á netið, þá ég að lesa, börnin mín eru bara að horfa. Og ef þau vilja leiðbeiningar eitthvað, þá það myndband. Það vill enginn lesa. Og það ekkert sem breyta því, engin önnur hugmyndafræði. Það bara þessi kynslóð sem alast upp. Kannski það vegna þess að ritmál ekkert sérlega góð leið til þess að flytja hugsun. Því að ég meina að þeir sem eru góðir í það að skrifa ritmál eru ákaflega fáir. Það sem að vantar inn í það það sem að við erum að nota hérna í samtali okkar. Við erum með alls konar handarhefingar og ósum af okkur. Blæbrigði. Einn þarf ekki að útiloka annað. Við getum alveg lesið í hvernig skapi hún í og hvað drift keyrir hún áfram og við getum lesið alls konar sem hún getur mögulega að fengi meiri upplýsingar í myndbandi en þessi
sko, ritmál bara eins og svona nótur, það ekki músík þar. Já, og við þurfum kannski bara að fara að ræða þetta á þessum breiða grundvelli, það er heil kynslóð að alast upp sem hefur ekki áhugaði að lesa, sem er að sjá upplýsingarna sínar í töluðu vídeómáli. En er það okkar hlutverk að gera lestur að einhverju meira spennandi aftur, af því að við vitum hvað það að lesa getur búið til mikla vitt, auka vitt. Ég er ekki að segja að það sé eina áherslan. Börnin spegla bara okkur og ef við fullorðna fólki lesum ekki og ég er alltaf að lesa og ég er að kaupa alls konar bækur. Ég er ekki að tala ykkur, ég er bara að tala bara almennt, skiljiði, og ég er bara að segja ef við lesum ekki og maður hefur tekið eftir þessu trendi, náttúrulega það er alveg sama hvar maður kemur og hvaða kaffihús maður kemur eða íþróttaæfingar eða eitthvað. Í gamla dagar fórst á læknastofu og fólk satt og las tímarit, skiljiði, þú veist. Eða bækur. Bækur eða íþróttaæfingar, ég meina það er bara allir í símanum. Það er ekki til lengur, af því að við erum með interneti í dag og börnin eru aðast upp við það. Og það herma bara eftir okkur og maður þarf að beita sér bara hörðu og lesa, gera svo ég, gerast áskrifandi á mókanum. Já, ég meina, þú breytir því ekkert. Þú breytir því samt ekkert að vikan og séð og heyrt ekkert að fara að koma út aftur og vera á biðstofu. Ég ætla að pröfa þetta aftur. Þegar að prentunin var fundin upp, að þá náðu völdum í mannheimum fólk sem að réð mjög auðveldlega við ritmálið. Og það að skilgreina hluti og svona þekking byrjaði að hlaðast upp á þeirra forsöndum og samfélaginu var stýrt út frá þeirra forsöndum og allt sluðis. Núna erum við að fara út úr þessum tíma. Nú erum við stæðsti hluti samskipta fólks bara talamál og myndir og eitthvað fleira og það við getum tekið bara svona ADHD fólki sem að passaði ekki í hinn heiminn og bara leið illa í skólum og kannski eitthvað leið illa í skólum og börnunum ykkar eða eitthvað leis, bara fyttuð ekki inn í þessa ömurlegu, leiðilegu heim sem að ritmálsfólkið hafði smíðað í kringum sína hæfni. Núna erum við að fara að ganga inn í einhvern allt annan heim og þá munir ADHD fólkið og fleiri mun að ná miklu meiri stöðu. Við erum með forsta Bandaríkjanna sem ég efast að sé hann hefur aldrei lesið bók, sko. Aldrei lesið bók. En núna erum við bara komin inn á tíma þeirra. Þannig það má vel vera að þið ritmálsfólkið muni líða illa inn í þeim heimi, alveg eins og hinum leið illa inn í ykkar heimi. En bara sorry Stína. Já, ég meina það. Ég er aðdáandi ritmáls og utanbókalærdómur átti vel við mig. Ég gekk í MR, það átti vel við mig, en ég sé það bara að, þú veist, það er eiginlega sama hvað ég býð dætrum mínum að lesa. Ég bóðist til að kaupa klám, morðbækur, bara hvað viljið þið lesa? Og það er bara, nei mamma, við höfum ekki áhuga því að við erum með hérna í lóanum, erum við með allan heiminn sem er svo 100 sinnum meira spennandi en eitthvað ísfólksrugl sem þú last þegar þú varst í sveit og þetta er bara, þú veist, ég skil alveg hvernig mannkynsagan virkar. Ég fór nú á bókasafnum daginn, ég ætla að ná 5 á Fagurey fyrir strákarinn mína til að lesa. Ég fann hann ekki í barnadeildinni. Ég bara gleymdu því. Og þá sá hann hún gæti verið í kjallarann. Er búið að cancela Enid Blyton? Jú, Enid Blyton komin í kjallarann og hún fór í kjallarann. Ég held hún að vera í hálftíma í kjallarann að leita. Það er allir þessi sígunar í bókunum sem að bara... Þetta er frábær ævintýri. Það má ekki taka ævintýrin út bara út af því að við erum að reyna að vera svo rosalega PC, sko. Ég ætla að nefna eitt punkt. Það nefnir samt enginn að lesa það, sko. Ég elska svona stöf. Börnin mín eru það heppin að þau eiga móðir sem að nefndi í alvörunni að lesa fyrir þau á hverju einasta kvöldi og þau lesa öll bækur út af því. Og þau eru öll góð á tungumáli. Hlustaðu samt á, ADHD og lesblinda er raunverulegt. Ég las fyrir strákinn minn. Já, hver er ekki búin að lesa? Ég á bara eitt barn, sko. Ég á bara eitt barn og ég las fyrir hann á hverju einasta kvöldi. Já, hverju kvöldi. Gunni, ég las hverju einasta kvöldi en strákurinn minn er ekki bókaormur. Það er ekki út af því að hann hefur ekki áhuga, það er út af því að hann er lesblindur. Nákvæmlega. Og bara, þú veist, allt svona mömmu samanskupið, ég segi bara, nei, veistu það er alveg fullreint mál, sko. Nei. Og ég get ekkert keppt við internetið. Ná, ég ætla að skjóta inn einu inn í lokin, að því að var nefnt þetta einhvernaverðbólga, það er líka til sem heitir svona stjörnuverðbólga í bókadómum og fleira. Það er bara miðlungsbækur fá 5 stjörnur eða lágmarki. Þú ert að skrifa leikjastagagrinn gafst 2 stjörnur, Ungfrú Ísland í Borgarleikhúsinu sem er eiginlega bara löðrungur, 2 stjörnur.
Já, sko, ég ætla að byrja á því, að ég búin að tala svo mikið aðra fjölmiðla hérna. Ég verð að byrja á því að hrósa Vísi, sem sem þú starfar hjá. Já. Nei, þeir hafa nú verið, hafa verið ansi mikil svona gagnrýnenda flóra þarna núna. Jónas Sen gerði nú alla í Vigdís framhaldsþættinni fengu harðan dóm núna í dag. En maður bara þakklátur fyrir það, einhverju fjölmiðla nenna fjallum menningu. Ég sagði á Facebook daginn, sko, til mér bara sjónvarpið, ríkissjónvarpið. Þetta bara algjörlega horfið. Ég var þarna sjálfur þegar ég var með leiklistargagnrýni í Dagblaðinu. Það er nú leiklistaþáttur sem er á sunnudagskvöldum. Það er ekki gagnrýni. Nei, það er svona kynning. Já, bara svona umfjöllun. En alvöru gagnrýni, alvöru umræða. Þetta er sérstaklega listána. Svona umræða fer nú samt fram á Rás 1 og Rás 2, sko. Já, Rás 1. Já, mjög lítið með kvikmyndagagnrýni. Já, reyndar, en alveg bækur og leiklist. Ég er bara að tala um upplifun mína. Við vorum hérna nánast í beinn úti, þú varst líka. En allan var það að spyrja þig. Já, varandi Ísland. Þú ætti að gefa harðan dóm. Munið eftir þegar Jónas Sen skrifaði dóm Bríeti. Já. Hann var ekki ánægður með tónleikana. Og það reis upp bara reiðialda. Og svo komu dómur núna. Ég hef nú ekki tekið eftir svona reiðiöldu út af þínum dómi, en það kannski fáir séð Ungfrú Ísland, kannski fleiri lesi bókina. En þegar ég sá þennan dóm Vigdísi, að því að við lentum í svolítið vandræðum með Vigdísi hérna, að því að þegar þættirnir voru búnir þá reis upp svona bara lofræða út alla Facebook. Og maður hugsaði, við verðum eiginlega að fjalla þetta þegar var að klárast þessi, þetta áhugavert, þetta kvennabaráttuna á 20. öld, þetta Vigdísi og sess hennar í samfélaginu, þetta líka okkur að horfa okkar eigin sögu í sófánum og okkur erum við svona ána með það sem næstu því að svona level við handboltin að vinna eitthvað, svona stemmingi sem er í kringum þetta okkur langar til að fjalla þetta, en ég hugsaði, ég bara mun ekki ná fjórum hérna við borðið til að tala þetta sem ekki bara í hrifningar, þannig að ég og Oddný Eir tóku bara að okkur að svona ræða svona helstu þættina sem eru áhugaverðir í þessari sögu að því að þessi stemming að við séum öll ánægð með Vigdísi og við séum öll ánægð með handboltalandsliðið okkar og við séum öll ánægð með jólabókaflóðið eins og leggur sig bara svo sterk í þessu litla bakari sem íslenska samfélagið að við bara... Hvort sagður litla bakari eða litla baðkari? Baðkari. Þetta bara eins og segjast leiðast Tenerife og ég sagði það einmitt þetta rétt ára en þetta kom í fjölmiðlum ég var á Tenni jólin og ég sagði djöfusins skítapleis þetta ég fer aldrei að naftum for allir svo hissa og svo kom þetta og ég sagði að loksins sagði það einhver. Hefur ekki séð þættina? Nei, ég er ekki búin að horfa þetta einasta. Er það bannað? Það er aldrei þannig að 100% sjá eitthvað. Ég hef ekki pláss fyrir allt sko, ég verði að velja og ég valdi handbolta. Svo varandi þessar stjörnir það er náttúrulega sko, við erum talað með einhverjum verðbólgu á þannig, þá er þetta náttúrulega orðið, ástæðan fyrir að það er náttúrulega engin umræða almennilega bækur, það er fá allar 4 eða 5 stjörnur, maður tekur ekkert mark á þessu lengur. Ég myndi sjá einhvern 5 stjörnu dóm einhverja bók, ég var ekki bara ég verð að ná hana, þetta lítur að vera meistaraverkið í ár sko, nei það eru alla meistaraverk, hver einasta bók sem kemur út það stendur meistaraverk á öllum, besta bók höfundar og svo framvegis. Það er út á Goodreads sem að allir bókanördar eru á. Goodreads er bara þar sem þú setur lestakmark og þetta er bara svona Facebook fyrir bara bókanörda og þá getur þú séð sko fólk allan heim sem er að lesa eitthvað og þá verður stjörnugjöfin miklu eðlilegri. Já, en sko, hvað eru margir að lesa íslenska bókmyndir? Það eru bara örfáar hæður. Það er ekki bönnin okkar. Og svo hefur þetta ekki allt tekist eins og IMDb og þetta er líka þessu oft svona svolítið manipulerað af útgefendum og stærri fyrirtækjum sem eru með, en varandi aftur að leikhúsinu, þá held ég að það er svona spennandi við leiklistarumfjöllun, er að við notum hennar stjörnuskala. Að og fólk upplifi það, ég vil að fólk upplifi það ef ég gef sýningu 5 stjörnur. Þá sér það virkilega bara meistaraverk, bara sýning sem bara verður að sjá, mátt bara ekki missa af henni. Og að samanskap þessi sýningu sem manni finnst ekki nógu góð, eins og var í tilfelli Ungfrú Ísland að maður segi þá bara heiðarlega frá því. Þetta er líka svona neytendumfjöllun. Það er ógeðslega dýrt að fara í leikhús. Þetta vekur athygli, sko, þetta er bara 10.000. Já, það er ekki mikil gagnrýni í gangi á hvorki tónlist niður leiklist. Eins og með Jónas Sen sem við tala þarna það var áhugavert sko hvernig bara allir risu upp og voru brjálaðir sko en ég held að það hafi verið svona aðalega hvernig hún var skrifuð sko vegna þess að ég náttúrulega var ekki á þessum tónleikum en hún mislíkaði gjörsamlega allt saman en það voru hlutir sem hann sagði í gagnrýninni sem voru svolítið harkaleg sko eins og til dæmis að lögin væri léleg og svona hann er að tala að Bríet er búin að vera stærsti listamaður á Íslandi í mörg ár og mikla spilun í útvarpi og verðlaun og hefur virkilega, þú veist,
tala til þjóðarinnar með sinni tónlist og það ósanngjarnt að segja hún sé léleg en að segja að okkar smekkur sé lélegur eða skiljið, þetta var svolítið mikið. En mér langar svo rosalega mikið að tala leiklist áfram vegna þess að það í raun og veru alveg rosalega mikilvægt að leiklist og leikrit fái umfjöllun því að það pínlítið síðasta við, það erum alveg sammála um það. Það ekki mikið að kvikmyndagagnrýni og þú veist bókmenntagagnrýni alls konar og svona, en ég held að stjörnugjöf á leikrit sé í raun og veru geti verið algjörlega öfugt ef allir að sko lofsama eitthvað of mikið, þá eru ákveðin tegunda fólki eins og ég, pönkurum, sem bara hreinlega hugsa, nei, þetta getur ekki verið gott því að það svona samfélagsleg svona, það eru allir sammála að þetta sé geggjað og þá ætla ég að sleppa því. Þú ert ósammála Gunnar sem að reynilega var að halda því fram að ef öllum líkar við Bríeti, þá hlýtur þú að vera góð. Þú segir ef öllum líkar við Bríeti, þá eitthvað aðeins. Nei, að því leyti til dæmis. Maður ítir á móti mainstreaminu. Ég ekki búin, ég að segja þér það að þú veist, ég held að allir Íslendingar nema 3 eða eitthvað hafi séð 9 líf með Bubba. Ég sá hann ekki. Og margir oft, ég sá þetta ekki og mér langaði aldrei og það var eiginlega meira út af því að það var engin sko, það voru allir á sama máli, þetta frábært og svo fór ein vinkona mín með foreldrunum sínum á þetta og hún sagði við mig nei, þú veist, ég ekkert að fara að segja þetta opinberlega, en þú veist, þú ert ekki að fara að fíla þetta heiða, sko, þannig að þú veist, þú getur bara sleppt. Þetta það sem mér langar að ræða, sko, kannski við orðið það niður samfélag að ef það líkar ekki 9 líf, eða Vigdísa þáttinn, eða Ungfrú Ísland, þá skal það bara þegja. Ég veit það. En ef þið líkar það vil, þá skal þú tjá. En ég það líka sem á svona mótþróa þegar þetta gerist. Þetta mótþróa, þetta pönkarinn, sko, gamli pönkarinn. Ég það líka bendir á, þetta breyst ógeðslega mikið að það bara algjör þögn núna á samfélags. Ég tók mig pásu í að skrifa leiklist í nokkur ár, en það sem komið mest óvart það að skrifa í ár bara það okkar engin umræða sem að færa dómana sína. Maður situr þetta í kosmosið og það lesi þetta hellingur af fólki að lesa þetta. En það var alltaf svona á Facebook eitthvað menningar átökin og hitt og þetta og fólk var að deila fréttunum og ég svo ósammála þessu. Núna bara segir engin neitt. Bara þeir sem ánægðir með eitthvað, þeir koma og segja þetta er svo frábært eitthvað. En ef það eitthvað svona pínu kontroversial sko, að þá passa allir sem bara að halda sér í sko mílu fjarlægð frá því. En það sko mjög áhugavert. Þú átt að búa til menningarátök síðu á Blue Sky vegna þess að Facebook dautt og fara þangað því þá ert þú fyrstur og bara do it. En það tvennt ólíkt að vera með sko faglega gagnrýni þar sem þú ert með fólk sem hefur þekkingu og kunnáttu til að taka bara eitthvað verk og meta það út frá einhverjum, ekki einhverju svona endalaus sem mér finnst. Ef ég almenningur og kaupið með miða í bíóið þitt, þá ég sérfræðingur hérna út í áhorfenda. Auðvitað, svo fólk endalaust að segja mér finnst þetta, mér fannst hún léleg, ég fíla ekki Led Zeppelin, ég fíla ekki þetta, skilur, það bara þín skoðun, en svo til annað sem heitir sko fagleg gagnrýni sem eitthvað sem maður myndi vilja sjá meira af, sem fólk sem á að vera ónæmt fyrir því að þú átt að geta sagt hana Bríet bara ekki eitthvað á mér finnst nótum heldur, hún syngur og mikið gegnum nefið Bríeta gagnrýni, ég svo oft hugsað mín svona uppáhaldsgagnrýni sem ég hef lesið bara á ævinni, það matagagnrýni og þú sögulega eru hörðustu gagnrýnendur sögunar hafa verið matagagnrýnendur það var veitingastæði bara, þú veist bara orðið gjaldþrota bara daginn eftir að eitthvað gagnrýni hefur byggst. Svona Jónas Sen gagnrýnin, hún myndi mér svolítið á svona matagagnrýnanda, svona eins og að mætir á tónleika og segir bara nákvæmlega nei, rétturinn var ekki alveg nægilega það var ekki steiktur svona já, þú veist hvað þessi kokkur reyna að gera því þú veist og þetta var bara algjörlega hans upplifun á því stundum bara svo brútal að lesa það og maður lesa einhverja matagagnrýni þar sem sko, þú veist, eitthvað kartöflurnar voru ofsóðnar og eitthvað svona smáatrið sem maður sjálfur það var þegar Jónas Kristjánsson var með matagagnrýni það var einhver veitingamaður sem að taldi sig hafa farið á hausinn hann gæti verið mjög skemmtilegur ég man eftir einni hérna, þá var hann kaffeterja Kea sem var hann neðst í brekkunni hérna og þá kom hann inn og, með bakkan og pantaði fyrir fisk og þá opnaði kokkurinn hérna lokið það var legið í svona vaspaði í hita var eldað einhvern veginn fyrir morgunin og það reis upp hérna eimstrókur eins og eimreið væri að leggja af stað Þetta svona vill maður lesa hann var briljant hérna veitingagagnrýni hans og hann var mjög hérna hastarlegur þetta svona ákveðin stíll inn í gagnrýni en kannski þetta stíll sem bara á ekki upp á pallborðið í dag þetta er svona að segja Bríet til léleg sönguna okkur sagt að ala börnin okkar upp þannig að við bara benda á það sem jákvætt en ekki það sem að, það ekki?
Nei, það fer eftir hvað það kemur. Þannig ætlum við að tala listina, að bara tala það sem velgert en bara þegja yfir innu. Og ég bara velta fyrir mig, þetta raunhæft að komi góð menning út úr þessu? Sko allskyns gagnrýni, ef hún ekki einsleit, að þá kallar hún á meiri samræður heldur en ef að gagnrýni, alveg sama hvort að hún bara á faglegum nótum mjög professional eða bara fólk að tala, ef að það eru allir rosa sammála, að þá verður ekki eins mikið samtal. Og ég myndi segja það að samtal og orðræða sé alltaf jákvæð vegna þess að allt sem við erum að búa til sem listafólk, hvort sem að það leikrit, tónlist, bækur, bara kvikmyndir, allt, alveg sama hvað það er, höggmyndir, þú veist, við viljum eiginlega helst ekki að allir séu annarkvort sammála að þetta sé glatað eða sammála að þetta sé frábært. Það er langbest ef að það verða til samræður, af því að þannig breytist heimurinn pínulítið, þannig að það fullt af fólki sem þarf að setja sig inn í eitthvað sem það skilur kannski ekki, og það er það sem að ég held að listafólk sé almennt að reyna að gera, eða það er mín upplifun af því að góð list, hún getur ekki verið eitthvað sem allir eru sammálum. Já, og ég held að fólk sem að búa til list, það vill fá umræðu, þó hún sé neikvæð, ef einhver viðkomandi virðist vita hvað hann að tala og skilja hvað hann að koma og hvert þú ert að fara á. Þetta er ekki eins og að ganga bara og segja, mér veist þú í ljótri peysu og mér veist þetta asnalegt, eitthvað, það er ekki gagnrýni, það á að vera... Þetta er svona partur af þessari keðju sem listin er, gagnrýnendur eru bara hluti af henni og hafa verið sögulega í mörg hundruð ár og oft á tíðum er þetta eina heimildin sem við höfum svona aftur í tíman það sem gerðist. Hörgagrínið yfirleitt skrifuð af mikilli ást á listforminu. Já, ég meina, þú veist, ekki er ég að mæta í leikhúsi að því mér langar til að sjá eitthvað lélegt eða skrifa eitthvað illt um það. Maður náttúrulega undirbýr sig og maður mætir og ég hef sé marga frábæra sýningar í vetur. Ég tek þetta með Óskarlandið í Borgarleikhúsinu, rosalega flott sýning. Köttur og eittu blikk, það ekki líka. Já, þú ert ekki að mæta og bara vonast til að geta gefið 2 stjörnur. Það er akkurat málið. Hvernig fannst þér eldu veðrið? Ekki góð, ég gaf henni ekki góða dóma. Það var kannski svona hörðustu viðbröðin sem ég fekk í vetur, svolítið voru við því svona... Hvað fekk hún margar stjörnur? Ég man ekki hvort 2 eða 3 ár. Já. En mér fannst, þar til dæmis var bara svona, fannst mér hún ekki passa inn í samengi þjóðleikhússins. Gafstu 9 lífum stjörnugjöf? Nei, ég var ekki að dæma það. En hvernig fannst þér þættirnir Vigdísi? Langdregnir. Hvernig fannst þér þættirnir Vigdísi? Ég er að slúta þessu mér fannst þér frekar þunglamalegir. Sko, margt gott en mér fannst margt vanta inn í, það var mikið meira kjöt þarna sem hefði mátt og svona aðri vinklar. Pönkarinn í mér sagði mér inn í röddinni að horfa á engan þátt. Innipúkinn, varstu við með hann líka? Já, innipúkinn inn í mér. Andsportistafélagið Innipúkinn. Hann er til, sko. Fólk sem ekki horfir á Vigdísi. Mér finnst best eftir allar yfirlýsingarnar handboltan og ætlar svo ekki að horfa á leikinn í kvöld. Heyrðu, nei, það er út af því að ég verð að fara á 2 aðra hluti. Þú horfir á hann seinna. Sjálfsögðu. En hvað ertu mikill pönkari eða? Gætirðu sagt til dæmis 48%. Gætirðu sagt Vigdís var aldrei forseti minn. Engan veginn, það getur vel verið að horfa á hana þátt þegar allir hinir eru búnir að tala um hann. Þá er ég tilbúin í það. Haldið að ykkur á Íslandi gæti sagt Vigdís var aldrei forseti minn á þess að fá að vera bara með í liðinu eftir. Einhverjum íhalds kallar og kellingar eru glæð ennþá þar. Nei, hún endaði nú með eins og Ólafur Ragnar sko. Já, hún var mikilvæg fyrir alheiminn, ekki bara fyrir Ísland sko. Það var svo mikilvægt að ég var 9 ára þegar Vigdís var kosin og ég man ennþá eftir því að systir mín kaus Pétur. Og ég var 9 ára og mér fannst þetta stórmerkilegt. Og hefur ekki fyrirgefinni, er ég? Nei, ég rætti þetta við hana síðast í fyrradag. Sér hún rosalega eftir? Hún skammaði sín, segir hún. Já. Herðu, þetta er frábært að fá ykkur hingað að fara yfir fréttivikunar og svo fyrir spjalli bara eins og gerist á hvaða kaffhúsi sem er. Símon, Hrönn, Gunni og Heiða, kæra þakkir. Takk fyrir okkur. Og ég þakka Laufi fyrir að taka upp og senda út og ykkur þakka ég fyrir sem hafi verið að hlusta og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlunum. Minni á að samstöðun hefur byggst upp á góðri afspurn þegar þið segið vinum á andanum frá efni sem að þegar við séð hér og ykkur líkar þá getið þið bent á að það með finna það efni á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum. Við erum í útvarpinu 89,1 á höfuðborgarsvæðinu. Það má sækja þær útvarpsendingar líka á spilaran, spilar.is á netinu, svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman.
og hlusta á samstöðuna allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem eru heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Símann. Það eru með 5 á fjarstýringunni, kannski ef þið vill, ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring 7 daga vikunnar allan ársins hring. Samfélagsumræði við þetta rauða borð og í öðru þáttum samstöðunnar. Það sem að drífur samstöðuna áfram fyrir utan það afspurnin sem að stækka dreifikjöru okkar er sáhluti áhorfenda og áhorfenda sem að gesta áskrifundur. Þið getið slegist í þann hóp með því að fara inn á samstöð.is þar hnappur sem ástendur áskrift. Það getið skráð ykkur fyrir 2500 krónur sem er grunn áskriftin sem mér settar sé hlægilegt verð með það efni sem við búum til. En þið megi borga meira og þið sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á rekur samstöðuna. Og við þökkum þeim kærlega fyrir allt sem þið sjáið hér og heyrið er í boði áskrifenda. En framundan helginni óskum við góðri helgar. Í fyrramálið verður helgispjall og síðan verður úrval vikunnar og svo á sunnudaginn verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils. En góð helgi og áfram Ísland.